náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og kúl. Páll Þorgríms stoltur styrktaraðili þvottahússins. Herru, Sara Pálsdóttir, velkomin í þvottahúsið. Velkomin. Þarna, þetta búið að vera smá undirbúningur og svona aðeins að púsla þessu saman. Ekki mest preppaða viðtali hingað til? Þetta mest preppaða viðtali hingað til. Við erum búin að hittast tvisvar og þarna, ég er búin að gráta í fangina þér nánast eitt skipti. Ég grét í myrkrinu. Er þetta myrkri? Með Söru. Já, það er gott. Hann ætlar að lækka ljósun eftir. En þarna, ok, sko, orkuheilari, dáleiðari og lögmaður. Þetta er hann að undarlegasta blanda sem ég hef heyrt. Og áður við förum svona inn í þetta allt saman, inn í sásökan og ljósið, langar mig að vita, þetta er svona fyrsta spurningin, notar þú dáleiðsluna eitthvað í vinnunni, það á skjólstæðingana eða kviðdóminn? Ég sá þetta fyrir mér eins og í Ameríku að það væri actually kviðdómur. Notar þú, ert það beina orkuðinni svona þér til góðs í þínu starfi? Sko ég er náttúrulega vinn sem dáleiðari, þannig að já, ég er mjög mikið að dáleiða fólk sem dáleiðari. En ef þú ert að meina þarna í lögmennsku, að þá nota ég ekki dáleiðslu. Það væri náttúrulega mjög gaman að geta bara dáleitt alla dómarana til þess að ég myndi vinna öll málin. En hérna, það væri kannski ekki, Gætirðu það? Það væri svolítið siðlaust. En gætirðu það? Ekki nema þeir myndu vilja það. Það er ekki hægt að dáleiða manneskju nema hún vilji vera dáleidd. Hún verður að vilja láta dáleiða sig, annars er það ekki hægt. Mér hún hafa að vita og vitneskjum hvað er að fara að gerast. Eða þetta sé að fara að gerast. Hún bara þarf í rauninni að samþykja það að fara í dáleiðslu og vilja. Það er ekki hægt að dáleiða eitthvað sem vill ekki láta dáleiða sig. Það virkar þannig. Þú getur ekkert eitthvað svona hort bara eitthvað stíft í augun á henni og eitthvað tala svona... Nei, manstu, allir sem kom í dáleiðslu þeir eiga að loka augunum. En ég hef setið upp í Hæstarétt og þeir eru eiginlega alltaf með lokuaugun hálfsofandi ef að málflutningurinn er langur og þá er tækifæri til að stökkva inn. Ég hef séð þetta það 10, 9, þú fyrir dýpra og dýpra 8. Nei, ég ger það ekki en ég nota orkuheilun svolítið mikið, líka í lögmennskunni af því að við búum í orkuheimi og það er bara alls konar orka út allt, neikvæð orka, jákvæð orka, hlutlaus orka. Og stundum getur neikvæð orka verið að hafa áhrif á fólk og okkur og verið að skapa eitthvað ástand í lífi okkar sem við viljum ekki hafa. Og átök í samskiptum til dæmis eða einhver svona atvik sem er að gerast aftur og aftur sem við viljum ekki fá eitthvað neikvætt og þá getur verið einhverja neikvæða orka ræða, þarf ekki endilega að vera inn í okkur, getur líka verið í orkun okkar eða í umhverfin okkar sem er að skapa þetta og við skiljum ekki akkur er þetta að koma fyrir aftur og þá getur það verið svarið þannig að þessu leitinu til þá er ég stundum að hreinsa orkuna hjá viðkomandi eða í samskiptum hjá viðkomandi í rauninni bara já, á þess að viðkomandi vita því þetta er bara í rauninni snýst það að hreinsa einhverja tegundar neikvæðar orku sem að skynjar og setja bara jákvæða orku í staðinn og það er það sem ég geri alltaf í dáleiðslunni. Við erum alltaf að vinna með að losa fólk við neikvæða orku og gefa jákvæða orku í staðinn. En hvað, þú segir skynjana, hvernig skynjar hana? Ég nota aðferð þannig að ég tala við undirmeðvitundina mína eigin undirmeðvitund og undirmeðvitund okkar allra sér inn í orkuheiminn. Og þessi orka sem er í orkuheiminum alls þar kringum okkur ósynleg en hún er samt raunveruleg. Alveg eins og hver hugsunur orka og hver tilfinningur orka og jafnvel þótt við sjáum ekki þessu orku þá skynjum við finnum fyrir henni. Þetta eru vísindi. Þetta eru vísindi. Getur þú lært þetta eða þarf þetta ekki að vera innra með þér að hún hefur vegferðina? Sem dáleiðari þarf að segja. Sko mín vegferð sem dáleiðari náttúrulega hefst í rauninni í gegnum mín eigin veikindi. Og í gegnum mitt eigi bataferðala þar sem ég var komin í gríðarlega mikla þjáningu og á mjög vondan stað og ég fer að nota dáleiðslu og hugleiðslu til þess að lækna sjálfa mig. Og ég byrja að stunda hugleiðslu af fullum krafti og í gegnum það ferðala þá svona opnast þriðja augað. Fer ég að losa sjálfa mig við þessar rætur sem voru að valda þessum veikindum og ég geng bara í gegnum mjög mikið svona, hvað maður segja, svona kundalini og annað slíkt sem kalla kannski á ensku spiritual awakening.
og það áttaði mig á því og ég fór svona aðeins inn í orkuheiminu fyrir átta máði hvernig hann virkar og hvernig hann og ég fær að kynna mér vísindan á bak við þetta sem heita önsku quantum physics til dæmis skammtafræði mjög skrítið nafn, ég ekki að fatta þetta en og ég fer að lesa bara rosa mikið til þetta og ég fer að fræðast mjög mikið undirmeðvitundina og hvernig hún virkar því ég var að átta mig á því að þarna væri eitthvað afl, einhver kraftur sem að væri stórkostlegur og ég fór að nýta hann og í gegnum þetta ferðalega þá einhvern veginn fæ ég frelsi frá öllum þessum sjúkdómum og þessu neikvæð einkenni sem voru hrjá mig í gegnum tíðina. Getur við farið aðeins inn í það? Já. Inn í þjáninguna? Já, einmitt. Sagan í hnotskurn hérna. Veist, ég er búin að skrifa hjá mér, það alkoholismi, kvíði og svo ofsa kvíðaköst, miklir stoðkerfisverkir, síþreita og svo náttúrulega varstu búin að vera að glíma við ádröskun. Hvað er þetta búið að vera bara, var þetta bara eitthvað tómt vesen mjög lengi? Já, algjörlega, alveg frá því að ég var bara í rauninni frá því ég var barn og strax sem barn þá glímdi ég við kvíða og svona vöðvabólgu og þegar ég horfði svona tilbaka það er ekki eðlilegt að vera barn með vöðvabólgu þetta er bara spennað ekki? Þetta er bara afleiðing spenna? Neikvæð orka sem býtis og spenna er orka það er bara neikvæð orka sem að getur safnast fyrir í líkamannum og búið til vanlíðan og þannig að mjög snemma þá byrjaði ég að drekka og ég held ég að vera 12 ára gömul þegar ég fór fyrsta fyllir í mitt og fór bara mjög snemma út í mjög óæskilega brotna hegðun og svona hömluleysi í drykkju og svona hætti að mæta í skólan og svona vandraúlningur að gæsalappa og það var bara mikið vanlíðan í mér strax þá og sem að braust út með þessum hætti og síðan þróaðist þetta bara yfir í mjög alvarlegan alkoholisma þar sem að ég var bara mjög veik og en náði samt svona að vera svona fungerandi og alltaf mjög góður námsmaður og stóð mig þar og notaði það sem svona afsökun fyrir að leita mér ekki hjálpar og samhlega þessu þá glími ég mjög alvarlega ádröskun, kvíða, brotna sjálfsmynd og í framhald af því þegar ég er svona komin meira inn á fullorðinsárin og í rauninni eftir að ég hætti að drekka og fyrir að vinna í þeim málum að þá byrja ég að þróa með mér krónískt verkjavandamál líka. Sérst eftir að í rauninni neysla og áfengi bara hættir? Já, eftir það og þá byrja ég þá glími ég ennþá við kvíða, brotna sjálfsmynd og svona neikvæðar hugsanir, ég var mjög neikvætt, óheilbrigt hugafar þá byrja ég að þróa með mér krónískt verkjavandamál og síþreytu. Og það er bara mjög erfitt það er rosalega erfitt að vera alltaf einhvern veginn verkjaður og þreyttur og kvíðinn og líða illa og maður er einhvern veginn að reyna einhvern veginn að berjast svona í gegnum daginn og gera það sem maður þarf að gera en maður líður bara illa og maður er bara ég man eftir að ég var stundum að reyna að sitja aðfundi til dæmis og ég bara átti erfitt með að sitja aðfunda því að mér var svo illt í bakinu ég sat þarna og þú veist að þegar maður er í þessu ástand þá er svo erfitt að hugsa eitthvað annað skilja því maður er svo fastur þarna og því meira sem maður hugsa þetta því meira fær maður af því þannig að þetta er svona vítarhingur sem maður festist svolítið í og það var eins og ég upplýði þannig að ég gæti ekki fengið það var enginn að núti sem gæti hjálp mér því ég var að leita hjálp út af kvíðanum en er það ekki bara heldur er það ekki bara rétt er eitthvað að núti sem getur hjálpað sko það er ekki allt einhvern veginn að koma innanfrá Jú, svona bati og svona lækning, hún þarf að koma innanfrá það er þannig og það er svo mikilvægt við áttum okkur á því að þegar ég var að glíma við króníska verkjavandamáli það var til dæmis, það var hérna í kjálkunum ég var alltaf að býta rosa mikið saman í svefni í hálsinum og herðunum og bakinu og þetta voru svona það sem ég kalla flökkuverkir og það er svona típist verkjavandamál sem að stafar þeim toga sem er neikvæð orka skilju og það er svona þú ert kannski stundum að drepast í bakinu eða þá en stundum að drepast í kjálkunum eða þá þú veist stundum í mjóbakinu stundum í öxlunum þetta er svona flakkar á milli og þetta er svona misalvarlegt og það er svona klassískt einkenni þess að það er ekki eitthvað líkamlega orsök skilju það var ekki líkamlega orsök hana er þetta allt það var ekki líkamlega orsök þetta eru líkamlegar afleiðingar í rauninni bara þessi líkamlegu einkenni sem að stafa af þessari orsök sem er neikvæð orka sem var hjá mér og ég man eftir þegar ég var að gangi gegnum þetta þá ég fór í sálfræðimeðferð og hún svona meða því þessu hugræna atferlismeðferð sem er boðið upp á í sálfræðinni hún svona er meira einhvern veginn að kenna manni að lifa með kvíðanum
skiljið mig, þú veist, að draga úr einkennum kvíðans en ekki fá algjört frelsi, ekki bara taka rætunar og losa sig við þær og fá bara, byrja að lifa bara lífi það sem er algjörlega laus og frjáls frá öllum kvíða og hvað var það verkin að ég leitaði til ótal sérfræðinga, ég fór til lækna, ég fór til kírópraktors, osteopata, ég var hjá bitkjálka sérfræðingi, ég fór hjá sjúkraþjálfara yfir ár og ég fór í nálastungur, ég reyndi allt sem ég datt í hug til þess að fá frelsi frá þessu og ekkert af þessu virkaði á mig. Og þú varst inn í allan þennan tíma? Á þessum tíma, já. Já, mér langar að fara aðeins inn á það, ef það er í lagi. Já. Ég heyrði þið í öðru hlaðvarpi, þá myndist á það að þú hefði verið inn í og hefðir verið, altså sem rauninni þátíð. Já. Þú sem sagt hætt þú ert ekki lengur í A-samtökunum. Sko ég lít á mig sem A-konu og ég er ekki lengur að mæta á A-fundi. Nei, og það er alveg clear þar. Já, ég er hætt að mæta á A-fundin, ég gerði það í mörg ár, ég gerði það í 6 ár, að minnstu kosti nokkur sinnum í viku og það hjálpaði mér rosalega mikið og það bjargaði mér alveg að fara á þessu A-fundi og sjá að það var hægt að fá bata og hægt að byrja að lifa eðlilegu lífi og en í dag þá lifi ég lifi í sporunum og ég lifi eftir þeim A-sporunum og ég gef af mér með þjónustu til dæmis eins og ég núna að fara með meðferðin á Hlaðgerðarkot til að hjálpa fólki þar að fá frelsi frá kvíða og það ger ég bara ég fæ ekkert greitt fyrir það, það er bara mín þjónusta til samfélagsins og til annara alkoholista að því að við verðum að halda áfram að gefa til annara til þess að haldi okkar eigin bata og þannig sé ég það. Sko, ég rak augun í eitt í dag sko, sem ég varst heldur gott. Það var ekki á handritun en það er það núna. Sko, A-bókin, þú þekkir hana. Ég flettið inn upp á blaðsíðu 30. Hefurðu lesið A-bókina, Davíð? Nei. Nei, kannski aldrei haft ástæðu til. Nei, ég er mikið. Sko, þetta er sérst 3. kafli og þú talar þetta áðan í rauninni sem vísindi. Allt þetta orkugigg og svo erum við með alkoholisma sem er litið á sem svona sjúkdóm. Já. Svo stendur hérna læknar sem vita eitthvað alkoholisma eru sammála að þessi útilokað að hægt sé að gera hófdrykkjumann úr alkoholista. En vera má það takist einhver tíman með hjálp vísindana. En enn hefur ekkert slíkt gerst. Þetta var skrifað 1938. Heldur að þessi vísindi og dáleiðsla og orkuheilun og annað geti tekið raunverulegan alkoholista og breytt honum mögulega í hófdrykkjumann? Eða haldið honum bara edrú og hamngjusum samtímis bara það sem eftir er áður en að hann sé eitthvað inn á einhverjum A-fundum? Sko, ég held að ég trúi því að það sé hægt að vera mjög hamingjusamur og lifa edrú það sem eftir er eftir mjög alvarlega alkoholíska sögu og eins og er bara í mínu tilviki en það sem er með alkoholisman og ég hef nú ekkert sjálf þorað að taka sensin á því að aðtöga hvort ég geti orðið hófdrykkjumanneska og ég hef enga löngun til þess ég hef enga löngun til þess að geta drukkið í hófi áfengi fyrir mér er bara eitthvað sem að þetta er ekkert í mínu lífi og ég hugsa ekkert þetta ég hef enga löngun til þess þannig að þetta er ekki eitthvað sem að væri eitthvað svona draumur fyrir mig að geta orðið eitthvað hófdrykkjumanneska þannig að ég get fengið alltaf þá veljan og alltaf þann kraft og alltaf sjálfstöð sem ég þarf bara í gegnum mína orku og þar aðferð sem ég nota svo huglaust og svona en það sem er eitt og að því þetta er svo áhugaverð spurning hjá þér að því að í A-samtökunum að tala þetta andlega mein sem við erum með og við erum að halda í niðri með að fara á A-fundi og hvar er það? Andlega meinið að mín skoðun er svo að andlega meinið er neikvað orka og neikvað forriti undir meðdöfni og það að við elskum ekki sjálf okkur skiljuslaust og falla hann að heilbriða máta og það er sásökin og það er þetta andlega mein og það er að búa til þessa fíknihegðun, það er að búa til þessa brotnu sjálfsmynd og kvíðan og allt þetta sem við alkoholista glímum við þegar við erum veik og þess vegna erum við að drekka og þess vegna erum við að drekka skilji og það er hægt að fá frelsi frá þessu andlega meini að mínu mati og ég trúi því að ég hafi fengið það og þess vegna mögulega er ekki nauðsynlegt fyrir mig að fara á A-fundi það staflega til þess að halda þessu andlega meini niðri að því að
það bara ekki lengur til staðar. Nei. Ekki batanlegt að halda fram að AA-fundir og það sé eina leiðin til þess að bata frá fíknisjúkdóm? Það ekki mitt að hvort sem það dáleiðsla, hugleiðsla eða eitthvað annað. En það oft svona svolítið stemningin, sko. Það svolítið þannig, þú veist, inn í þessum 12 spara samtökum, þú veist, og ég ekkert að segja að þessi rétti að ránda, bara eins og það er. Reynslan sýnir, þú veist, ef þú kíkir á tölfræðina, þá þetta flesti sem rúlla þar út sem svona einhvers konar raunverulegir alkoholistar eða fíklar, þú veist, það virkar ekki, sko. Nei. Tölfræðin ekki með þeim. Já, því það engin þetta ekki algilt, mér finnst þetta bara mjög áhugavert. Og einmitt þetta skrifað einmitt í AA-bókina 1934, það settu fyrirværi í rauninni, sko, með sko, framtíðar vísindum. Já. Sem kannski alltaf verið til staðar en við erum ekki komin inn í þessa næmni eða komin með þekkingu og reynslu til þess að geta beislað það, sko. Nei. En ég trúi því að ég viti hvaða andlega mynd það var og þú veist, hvað er það sem býr það til, skilji, og þetta er ekkert öðruvísalt en það sem býr til kvíða eða þunglindi eða þráhyggju eða hvaða aðra fíkni hegðun. Þetta er ekkert annað. Og þegar fólk kemur til mín í dálslu og það er að glíma, þú veist, það er ekki bara að glíma við kvíða, það er að glíma við brotna sjálfsmynd, það er að glíma við vöðvabólgu, það er að glíma kannski við þreytu, höfuðverki, þú veist, það er svona kokteil alls konar neikvæðum einkennum sem að og þegar við förum að skoða ræturnar þá eru þær alltaf samtvinnaðar eða þær sömu, skiljið mig. Og þegar eins og þegar ég var að gangi þú veist, ég var að klíma við átöskurna og kvíðan og verkjavandamál og þreytuna og þegar ég fór að finna þessar rætur og losa mig við þær, þá fekk ég ekki bara, þú veist, þá læknaðist ég ekki bara kvíðanum, þú veist, ég læknaðist líka þreytuvandamálinu og króníska verkjavandamálinu og ég fór að elska sjálfa með skilyrðislaust og ég fekk heilbriða sjálfsmynd og heilbriðt sjálfsálit, skilji. En hvernig þú til dæmis með einstakling með alvarlega átröskun sem kemur í dáleiðslu, hvernig er eftirfylgnin og eftir meðferðin í raun? Þú kemur til þín eða ferð í dáleiðslu og ert að vinna á orkunni, en hvað svo? Sko, einmitt, og þetta er mjög hvernig heldur þú bata akkurat, og það er bara eins og í mínu tilviki til dæmis að þegar að eins og ég sagði þegar ég fór áttamæði hvað var að valda þessum krónísku viðvarandi vandamálum sem er bara það að ég elskaði ekki sjálf með skilyrðislaust og þegar ég var sem veikust þá var ég í rauninni í svona hálfgerðu sjálfshatri, þú veist, þetta var orðið það alvarlegt, skilji, og það býr til svo mikið sársauka og eitt af megin einkennum þess að elska ekki sjálf með skilyrðislaust er til dæmis meðvirkni, átök í nánum samskiptum, neikvætt sjálfsniðrif sem er bara ekkert annað en andlegt ofbeldi sem maður er að beita sjálfan sig, ég er ekki nóg, mér mistakast, ég feit og ljót, þú veist, ég man eftir konu sem kom til mín og hún bara var að lýsa því hvert skipti sem hún lítur í spegil þá hugsa hún oi, þú veist, þetta er hræðilegt og þetta er rosalega algengt vandamál og svo eru fleiri einkenni þess að elska ekki sjálfan sig skilyrðislaust og síðan neikvæð orka og neikvæð forrit í undirmeðvitundinni og það er mjög mikilvægt að við áttum okkur á þessu eins og ég var að lýsa á það með neikvæða orkuna og þannig erum við kannski fyrst og fremst að tala neikvæða tilfinningar sem festast innan með okkur og það er bara búið að sýna fram á þetta og vísindin hafa sýnt fram á þetta að þegar við lendum í áföllum til dæmis eða erfiðar lífsreynslu þegar myndast með okkur innan með okkur sterkar neikvæða tilfinningar eins og reiði eða sorg eða depurð eða ótti, kvíði, ofsakvíði, vonleysi, streita að þá verður til, þá myndast innan með okkur neikvæða orka sem þessi tilfinningar eru. Þær geta verið bara svona alveg frá að vera svo lítið mandarín og alveg bara upp í að vera svona eins og stór melóna, bara kokteil af neikvæðum tilfinningum og þetta er bara orka sem víbrar ákveðinni tíðni. Þú veist að tala um vibrations á ensku og ef að við vinnum ekki úr þessari neikvæða orku sem neikvæða tilfinningum og heilbrigðan máta, það er kannski fæstir sem hafa fengið þá kennslu að alast upp bara, já, nú ætlum við að tala um tilfinningalegt heilbrigði og hvernig vinnum við neikvæðum tilfinningum ég fekk það allavega ekki og ef við náum ekki að gera það þá festist þessi orka innan með okkur hún getur fest hérna í maganum í bringunni, í höfðinu, í höndunum, í fótunum bara í bakinu, hvar sem er og þessi orka er að hefta eðlilegt orkuflæði í líkamannum og það verður til vandi og það er til dæmis mjög algengt að kvíðasjúklingar eru að klíma við meltingavandamál sem að engin líkamlega orsök finnst fyrir þið farið í alls konar myndatöku til meltingasérfræðinga, það sést ekki neitt af því að neikvæða orkan hún sést ekki á röntgenmyndum, skiljið mig en þetta er, og svo þegar fólk kemur í dáleiðslu og að því að undirmeðvitund veit allt um okkur og þekki hverja einustu frumu og alla orku líkamannum, þá sér hún þetta, hún veit þetta, hún byrjar að tala um þetta, það reiði inn í maganum þú fækst nú að kynast þessu að í raun algjörlega maður það var svona kusk út um allt já, akkurat, neikvæð orka já, sko, ég er búin að taka ansi vel til sko
veist, ég er ekki í rúst sko, langt Nei. frá því, ég hef alveg verið það en svo þegar ég fer á hann stað þarna í dáleyslu með Söru þá sé ég að það er svona kusk hér og þar og þegar ég var komin á þenni stað þá var ég í rauninni með sko svörin hvað þetta er, hvaðan það kom og hvernig ég get losað mig við það eða umbreytt. En Mér finnst þetta mjög áhugavert. En í dálistinni getur þú tekið jákvæða orku eða mjög heilbrigðan einstakling og breyttin í neikvæða? Það er hægt, já. Wow. Ég myndi aldrei gera það. Nei, ég er ekki að ásaka þig, ég er bara að tala til dæmis fengi Er þetta eitthvað svona COVID-pæling eða? Nei, Endurræsingin mikla. þetta er bara eins og þú sérði í bíómyndunum kannski, þá er dáleiðin oft tengd í neikvæða hluti að fá einhvern í í annarlegum tilgangi og svo framvegis sko. Það er klárlega Hvort þetta er bara mýta eða hvort að þetta er raunverulega hægt. Þetta er raunverulegt. Við höfum vald yfir allir orku í gegnum undirmeðvitund okkar. Bæði neikvæðri og jákvæðri. Svo ég get setið hérna og ég get valið að senda þér kærleika sem er jákvæð, sterk, heilbrigð orka. En ég get líka valið að senda þér neikvæð orku. Eins og hatur og reiði og gremju. Og við erum ofta að senda fólki til dæmis orka eins og afbrýðsemi. Þegar við verum afbrýðsum út í eitthvað þá erum við stanslaust að senda viðkomandi neikvæða orku. Mjög eitraða neikvæða orku. Tortryggin og vantraust og allt þetta. Allt þetta, Já, akkurat. Þannig að við erum svo ofboðslega mikið tengd í gegnum orkuna. Þannig að þú verður svona svolítið sambland af orkunni sem að er í fólkinu sem er í kringu. Ég meina, hver hefur ekki lent í því að hitta einhverja manneski sem er mjög neikvæð að hanga með henni klukkutíma að vera síðan eftir og bara Ég bara búin á, þú veist, sér maður ekki best bara til dæmis með makanum sínum við speklum orkunni hvort öðru heima skilur. Já, það er rosa mikið þannig. Það er þannig. Og ef við erum, og allt það sem við erum, all orka sem við sendum frá okkur fáum við tilbaka í einhverju mæli. Þannig að við sendum frá okkur neikvæð orku fáum við neikvæð orku tilbaka. Það er þannig. Þess vegna er best að senda jákvæð orku. Og ef við erum pirruð út í eitthvað eða reið út í eitthvað að senda við komum til kærleika og blessun og ást og þakklæti. En sko þegar ég var búin að vera þarna hjá þér Já. þá áttaði ég mig á því veist, þetta er, ég hef líka oft farið til sálfræðing og svoleiðis það sem er svona krafsað eitthvað á yfirborðinu ég finnst ég vildi ekkert koma neitt rosalega mikið úr því þannig ég ætla að segja þannig ég þurfti að vera alveg rosalega lengi og fara ógeðslega oft og bara eitthvað að vera í mörg ár og eitthvað þerapíur og eitthvað mér fannst þetta bara jafnast á við bara 10 sálfræði heimsóknir Já. Þannig af hverju eru við ekki bara af hverju eru sálfræðingar og bara heilbrigðis starfsfólk á þessu sviði, af hverju eru við ekki bara öll að gera þetta Mér finnst þetta mjög sama góð með spurning. líkamlega sjúkdóma Já, mér finnst þetta mjög góð spurning og ég veit að til dæmis að Bretar þeir eru miklu framalegrar heldur en við Norðurlanda þjóðir til dæmis þegar kemur að dálislu eins og á hverjum spítala á Bretlandi er til dæmis starfari dáleiðari af því að rannsóknir hafa sýnt það að hvort sem þú ert að fara í aðgerð eða ert að glíma við króniskan vanda eins og kvíða eða krónist verkjavandamál sem á sér ekki líkamlega orsök þá er dálisla alltaf gagnlegt til að hjálpa og það hefur verið gerða rannsóknir til dæmis á sjúklingum sem eru að jafna sig eftir stórar aðgerðir og það hefur verið einn hópur sem fekk enga eftirmeðferð andlega meðferð og einn hópur sem fekk sálfræði þjónustu og einn hópur sem fekk dálislu meðferð og þeir sem að fengu dálislu meðferðina þeir sýndu miklu hraðari og meiri bata heldur en hinir hóparnir tveir þannig að það þarf að koma þessu miklu meira á framfæri og það er það sem ég hef verið að reyna að gera það er svona stundum einhver svona neikvæð svona mýta mynd af dálislunni sem er eitthvað svona, þú veist, fólk spyr alveg ætla að láta mig gagga eins og hænu til dæmis og ég segi bara ef þú vilt það, þá get ég það þetta er hugmyndin sem við höfum sko. Já, akkurat og líka þegar ég var að glíma við mín veikindi og ég var að leita hjálpar hjá öllum þessum klassísku sérfræðingum sem að gáta ekki hjálpa mér að þá í gegnum hugleiðslu ég byrjaði þess að bataferðalagi á að stunda hugleiðslu með þeim ásetningi að fá bata og með því var ég óafvitandi að gefa skipun í undirmeðvitundina mína að ég ætlaði að fá bata og undirmeðvitundin mín byrjaði að hlýða og í einni hugleiðslunni þá fekk ég þessa hugmynd að fara í dálislu og ég hugsaði þetta kom bara í hausinn á mér ég hugsaði bara dálislu bara, þú veist, hvernig get ég farið í dálislu og þú veist, ég vissi ekki að það væri til sem meðferðar úrræði skiljið, ég held bara einmitt þetta að maður færi upp á svið og ég fór einhvern veginn upp á svið mér að segja hjá þessum fræga dálæðar sem kom til Íslands og var á Broadway þannig að og virkaði það á þig? Nei, þetta var bara eitthvað fríksjó sko. Það virkaði ekki neitt Er hann að selja snákaolíu? Ég veit það ekki, þetta var mjög langt síðan
en ég fer bara á netið og googla og finn dálæðara og fer til hennar og fer nokkuð skipti og þar upplifði ég svo ofbúslega magna hluti, þú veist, og þar upplifði að það var neikvæð orka sem var að búa til verkina, þú veist, ég var búin að vera að leita líkanlegri orsök allan að tíma, það var ekkert að mig líkanlega, ég var algjörlega fullkomlega heilbrigð. Læknarnir sjá það ekki? Nei, þetta var neikvæð orkan og þegar ég fór til læknis, ég fór til 2 lækna og það annar þeirra gaf mér pillur og hinn sagði bara því miður lækna hann af minnstu kosti viðurkenndi að læknisfræðin væri bara ekki með úrræði við svona vanda og hann stakk på því að ég færi kaldan pott. Já, það getur virkað fyrir sumar. Það er ekki samt að fara eða neikvæð orkunni. Nei. En við komum nánar inn á það eftir hvernig við getum gert það en að því við vorum að tala þessar rætur, þessar 3 rætur að elska ekki sjálfan sig skilyrðislaust og svo neikvæð orku, 3. rótin í rauninni er neikvæð forrit í undirmeðvitundinni og það er svo mikilvægt að átta sig á því hvernig hugurinn virkar, hann er tvískiptur af því að hugurinn gegnir lykilatriði þegar kemur að líkamlegu og andlegu heilbrigði, þetta er bara númer 1, 2 og 3, það er allir að berjast í það alltaf að fara í ræktina og fá kúlurass og þú veist, þjálfa byssurnar og eitthvað en við erum ekki jafn upptekin að því að vera með heilbrigt hugafar og það er miklu mikilvægara heldur en að vera ofur upptekin að því að vera með heilbrigan líkama. Já, og yfirleitt líka bara undanfarið þess að vera með heilbrigan líkama. Já, akkurat, af því að þú getur farið í ræktina og nota ásetning það hvað þú ætlar að fá og hverju þú ætlar að áorka og þú ert að fá miklu meiri árangur heldur en að þú gera það ekki, skilur af því að hugurinn og orkan býr til þetta efnislega, skilji og við erum bara alltaf að skapa okkur sjálf, heils okkar, kringumstæður og líf með því hvernig við hugsum og með því hvernig við erum að nota hugan. Það er þannig, raunverulega. Og ég er búin að upplifa þetta sjálf í gegnum breytingar á mínu lífi og í gegnum þann bata sem ég fekk. Og þegar við tölum þessa 3. rót sem eru neikvæð forrit í undirmeðvitundinni, að við bara ímyndum okkur hugan og hann er tvískiptur og það er annars vegar meðvitundin og við erum að nota meðvitundina núna. Það er svona okkar frjálsi vilji, okkar skapandi hugur þegar við erum að taka alls konar ákvæðum hvað við ætlum að gera í lífinu og hvernig við ætlum að vera þá erum við að nota meðvitundina. Eru það þessi 5%? Það eru 5%. Það er ekki neitt. Meðvitundin er bara 5% af huganum. Undir meðvitundin 95%. Hafið ekki sé myndina af ísjaganum. Og það eru bara 5-10% upp úr meðvitundin og hitt sem er neðansjávar eða dulið, það er undir meðvitundin. Og undirmeðvitundin, hún er allt öðru það er engin svona frjáls vilji, hún þekkir ekki beint munin á rétt og röngu, hún er bara eins og hraðvirkasta, öflugasta tölva sem til er, þú veist, hún er bara starfar eins og hún er forrituð, hún starfar eins og við gefum henni skipanir. En við kunnum ekkert að skipa henni fyrir. Akkurat, þetta er eins og að vera með risastóran, stórglæsilegan, viltan, vöðvastæltan stóðhest. Skilji og hann er bara hleypur brjál, ef þú myndir temja hann þá kæmustu yfir fjöll og fyrnindi og getur farið hvert sem er en ef hann er ótaminn að þá bara dregur hann þig á eftir sér í ístæðinu bara brýtur girðingar og bara eitthvert, skilji. Ert þú orðin eins og bara eitthvað svona andleg ninja núna? Eða veist, ertu fann að sjá gegnum veggi eða? Nei, ég sé ekki gegnum veggi en ég er farin að skynja mjög vel orku og ég skynja mjög vel orku hjá fólki, hvernig hún er og ég get séð til dæmis árur og og ég get fengið svör og ég get fengið svör Er það að meina hér? frá undirmeðvitund fólks og þegar fólk kemur til mín í dálislu þá kemur það bæði dálislu og orkuheilin og þá er ég að tengjast undirmeðvitund þeirra og ég tala við hana og fæ svör frá henni fyrir rótina þessu og fyrir rótina hinu skilji. Hvernig gengur að samtvinna, ertu ekki líka starfandi lögmaður? Jú. Sem er mjög svona krefjandi starf. Já, það er krefjandi. Þú þarf greinilega örugglega að vera bara eins og í samtalsmeðferðum annars vegar og alls konar að vera rosalega til staðar. 100% á staðanum. Já, ég er rosalega lítið í samtalsmeðferðum af því að dálisla er ekki samtalsmeðferð. Þetta er ekki sambarlegt. Þetta er samtal sem ég áreindar við undir með viðkomandi en þetta er í rauninni samtali snýst það að finna ræturnar sem er neikvæð orkan og neikvæð forritin og lagfæra það í rauninni. En getur orka ekki verið að því að ég fæ ofta að heyra hvað ég gef frá mig jákvæð orku og mjög mikið í vinnu og það er jákvæð en get ég ekki gefið frá mig neikvæð orku þegar ég er undir miklu álagi og annað skil? Getur orka mín ekki svissa á milli þó ég vil ekki gefa frá mér jákvæð orku? Sko ef þú ert í ásetningi að gefa frá þér jákvæð orku þá ert að gefa frá þér jákvæð orku. Það snýst svolítið það en stundum
getur að gest og þetta hljóma kannski ekki alltaf skringin en það þannig að það getur bara komið svona klessa af neikvæðri orku, ímyndið ykkur bara svona stóra svarta klessu af neikvæðri orku sem bara kvíðaorka eða gremjuorka eitthvað, hún getur bara svona farið á okkur, skilju, og stundum fá við orku í arf frá foreldrum okkar eða forfeðrum og hún getur farið svona á okkur og við skynjum hana og við finnum fyrir henni og hún getur líka farið á annað fólk sem í kringum okkur, jafnvel þótt við viljum það ekki, skilji. Og við leitum kannski eftir því að breyta ykkur í okkar eigin hegðun sem að við kannski teljum vera einhvers konar uppspretta þessar svörtu klessu, svo finnum við það ekki. Akkurat. Skilur við? Já, af því að það koma kannski frá okkur öðrum já, sem líka. Einhvers konar svona aðskotahlutur. Já, akkurat. Og eins og þú upplýðir líka svolítið í dálislunum, það væri eitthvað sem væri ekki þitt. Nei, en undirmeðin veit alltaf, skilur við. Er það mitt? Hvaðan kemur þetta? Hvenær kom þetta? Þú veist. Er það að tala erðarsyndina? Já, ég ætla ekki að fara mjög náið út í hennar, kannski aðeins og persónulegt, en ég áttaði mig á því að sko ótti sem að ég skynjaði innra með mér og ég skynjaði hann á magasvæðinu eitthvað sem ég hef alltaf borið með mér en hefur kannski farið minkandi með árunum ég skynjaði hann, ég sá hann og hún spurði mig eða spurði undir meðvitundina hvaðan hann kæmi þá áttaði mig á því að þetta er ekki frá mér komið, þetta kom annars staðar frá ég skilji og vitneskjan það að sjá það og skilja það þá sko fyrir vikið þá smátt og smátt þá klippi ég alltaf meira og meira á þessa eldsneytisgjöf sem ég er alltaf vanur að bara einhvern veginn að vera með bara full bara input bara af drasli inn í þetta og viðhalda þessu og mögulega fá þetta þess að vaksa sko ef ég er það veikur sko. Þannig að ég get farið að upplifa ég get farið að svelta þetta skilur þú? Já, algjörlega. Og þess að ég fann líka það einhver losun átt sér stað ég fann fyrir líkamlegum altså skjálta nánast eins og krampa mér varst það líka mjög áhugavert Er það algengt svona fylgifiskur? Eins og víbringur Já, þú finnur fyrir orkunni og það er alltaf þannig að þegar fólk er komið onni í dálisluna og ég byrja að spyrja rætur eða orsakir einhvers vanda sem þau eru að glíma við þá segi ég annarkvort kemur einhver hugsun eða einhver viska upp í hugan eða þú finnur einhverja tilfinningu einhverstaðar líkamann þá byrja fólk allir að finna fyrir einhver í maganum og ég byrja að spyrja hvað er þetta og þá byrja undir með þetta að svara þetta er reiði og svo spyr ég kannski hvaðan kemur þetta þú veist og þá allir fær viðkomandi einhverja minningu eða byrja að sjá í huganum eitthvað sem gerðist þegar viðkomandi var lítið barn og eitthvað áfall skilji og fólk byrja og undir með þetta byrja að lýsa því eða segja frá því en yfirleitt þurfum við ekkert að vita hvaðan það kemur skilju og ég vil helst ekkert vita veist, ég vil ekki fá að vita sorgarsögun eða áföllin ég vil bara vita hver eru einkennin og svo vinn ég með þau og við losum burt ræturnar og þegar við hreinsum burt þessa neikvæða orku sem er að valda veist, kvíðanum eða reiðina eða er að valda þessum neikvæða einkennum sem við komum að klíma við að þá er hægt að fá frelsi frá því þá erum við að taka ræturnar burt en ekki bara reyna að draga úr einkennunum Við erum svo vannmáttu gagnvart þessu svona í þessum efnislega heim Já, við erum svolítið mikið föst inn í efnisheiminum og það er ekkit margir sem eru svona kannski búin að vera að kynna sér þessi fræði og átta sig á því að það er hérna heill orkuheimur þarna úti það er bara alls konar orka þar Gekka Þú veist það er mjög spenntur Ég er rosalega spenntur Davíð er mjög opinn Viltu vita hvernig áræðin er á litin? Já, hún er ljósblá Er það gott? Það er orkustöðin hérna í hálsunum Ég tala mjög mikið Já, það talið að þeir sem eru með ljósblá ári þeir hafa sérstaklega hæfileika á sviði tjáningar samskipta Halló, ég er sko Þetta grín, já, ég er mannustu ég er hérna Eftir þar er það? Já, ég sé alla viðskiptavinni, starfsmenn og allt Ég er hérna, með þess að skattframtölun þeirra sko Þannig að nákvæmlega Ok, geggjað Ljósblá, hvernig ári er hann með, ef hann vill uppfyllýsa það kemur það kannski ljós á eftir eða, nei Þú ert reyndar með mjög merkilega ári að því að hún er alveg svo mín, hún er fjólblá og það er svona mjög svona spirituálega andleg ára Hvernig birtist hún þér? Hvernig birtist þetta eins og svona ljósbrot eða bara sem Nei, þetta birtist ekki, ég sé þetta ekki með augunum sko ég sé þetta með bara þriða augunu bara ég veit ekki hvernig ég get útsýð, ég sé þetta bara með hugsununum Er þetta eitthvað sem að þjálfa upp þér? Þetta bara gerðist eftir að þriðja opnaðist í hérna hugleiðslu og í gegnum bataferðalagið þá gerðist þetta og svo fór ég að þjálfa þetta og þá sé ég þetta betur og betur En þú hlýtur að hafa þurft að
að læra að túlka það sem þú sérðu og upplifir, hlýtur að vera. Sko ég hef ekkert farið mikið til dæmis inn í þessi árufræði. Nei, ég hef svona aðeins verið að skoða þetta á netinu eftir ég byrjaði að sjá þetta fyrst, þú veist, og en ég ekkert í því að, þú veist, ég til dæmis býð ekki upp á einhvern árulestur, þú veist, þótt ég geti séð þetta ef ég tjúna minna á það. En sko finnst þér ekki ef þú hittir fólk og það kannski áran eða orkan kannski ekki eins og bestur á kosið, finnst þér þá, og þú sér að þetta kannski ekki manneska sem ég vil eiga samskipti við eitthvað svolítið, finnst þér þú bara með þessum hæfileikum þriðja augun á því geta tekið ákvörðun hvort þú vilt umgangast fólkið eða samskiptið annað? Finnst þér þú ekki þurfa að gefa þig séns á að opna á svona verbal samskipti og svo frá, skilur hvað að fara? Getur þú tekið hort á mannesku og séð svona sirka hvernig, sko, hvort að Þetta spyrir hana hvort hún geti stýrt félagslegu sínu út frá innsæi. Já, í raun. Og hvort þið finnist að sangja eða sko réttlætiskendi, sko réttlæti það að sniðganga jafnvel fólk að því að þú sér það, ok, við munum líklega ekki að samleið eða við munum ekki gott par, mats í vinnu eða félagslífi eða hvað sem það er, jafnvel ástarlífi eða sko þannig sko. Sko ég svo, þú veist að þetta er ekkit margir aðla sem ég að umgangast dagstæla. Það er náttúrulega bara vinnufélagarnir og síðan fjölskylda mín, nánasta fjölskylda mín og einstaka sinnum fer ég að hitti vinkonu mínar, og svo eru það náttúrulega bara skjólstæðingarna mínir og allir skjólstæðingar sem koma til mér, hvort sem það er í gegnum lögmennsku eða í gegnum dálistu og orkuheilun, að það er fólk sem að leita til mér svo ég geti hjálpaði, og þá er ég að hjálpa svo fólki og þá er ég ekki að hafna einhverjum byggt á hvernig orka viðkomandi er, en það eru mjög margir skjólstæðingar í lögmennskunni sem hefur rosalega gott að koma í dálislu, af því að fólk er ofta að glíma við bara mjög mikla erfiðleika og erfið mál og Þú kombor það aldrei, býður aldrei fólki upp á það? Fólk veit alveg að ég er dálæri og ég er með stóli minn inn á lögfræðaskrifstofunni sko. Það var mjög merkilegt að fara ganga inn á lögfræðaskrifstofu. Hver er það sérhæfað þig í lögmennskunni? Ég hef sérhæft mig mikið í málum sem varða mannréttindi og mál sem varða svona fjölskyldu Þetta tengist svolítið mál, en svo hef ég verið í alls konar, ég verið í sakamálum og fasteignagallamálum og mjög mikið í skaðabótamálum líka, þannig að þetta er svona alls konar. En ég hef svona lögmannskennin að taka minna pláss hjá mér og dálislan og orkuheilinu og námskeiðin mín sem ég hef verið með hafa verið að taka meira og meira pláss og ég er að fara meira og meira inn í það. Já, það er þannig, af því þú varst að tala áðan meðferðina sem er í þegar fólk kemur tíminn í meðferð, þú veist, hvernig er það, og þetta er náttúrulega alltaf bara undir fólki sjálfu komið og ég spyr fólk hversu mikið bata viltu fá, Vilt ekki bara fá hann allan? Já, akkurat, og það er alveg meðferð í boði fyrir það líka, en langflesti kom bara í einn dálislutíma og svo ekkert meir en til þess að fá algjört frelsi og algjöran bata frá krónískum neikvæðum einkennum eins og kvíða, þunglyndi, þráhyggju, brotinni sjálfsmynd og allt þetta sem að fólk glími við sem er svona krónískur neikvæður vandi, að þá þarftu að annars vegar að fjarlæga þessar 3 meginrætur sem ég var að tala um áðan og hins vegar að umbreyta hugafarinu og þarftu að fá heilbrigt hugafar af því að þeir sem eru með kvíða þeir eru með kvíðahugafar, þeir sem glíma við króníska verki, þeir eru með verkja hugafar þeir sem að glíma við þunglindi, þeir eru með þunglind hugafar, skilur þeir vakna á morgnana og fyrsta hugsunin sem poppar upp, það er bara fuck bara hræðilegur dagur eða þá þeir eru fastir í öllum áföllunum sem að hafa dunið yfir viðkomandi í gegnum tíðina og þeir eru bara fastir í að hugsa endalaust um það, skiljið mig og það er það sem að, og þegar þú hugsa stansist eitthvað hræðilegt þú veist, eitthvað sem braut á þér eða eitthvað hræðilegt sem gerðist eða eitthvað sem að bara öll áföllin, ég meina við getum bara, þú veist það lenda allir í áföllin skilji, ég get alveg setið hérna og hugsað um allt volið og eymdina og allt sem að gerðist hérna áður fyrr og setið heima og grenja allan daginn, skilji þú veist, og ég gerði það alveg en áður fyrr skilji, þú veist að þá var ég í þessari sjálfsvorkunni, ég var með mjög neikvætt óheilbrigt hugafar og þess vegna var ég veik þess vegna var ég með kvíða að því ég var alltaf að hugsa eitthvað hræðilegt er að fara að gerast, ég er í hættu barnið mitt er í hættu aðrir er að dæma mig, ég mun gera maður fíbli ég er að segja eitthvað vitlaust, ég er að gera eitthvað vitlaust og þegar maður hugsa svona, eðlilega verður maður kvíðin. Förum við í burnout hann? Á endanum, klárlega á endanum og kulnun er bara
þegar þú ert búin að vera í þessu streitu kvíða ástandi og þessu hugafari og bara fer í frís viðvarandi í langan tíma og þú klessir á vegg á endan, þú getur þetta ekki það er þannig en það er svo gott, það sem er svo gott við þetta er að það er til lausn það er hægt að fá frelsi þú þarfst að læra að fjarlæga þessar rætur og þú þarfst að byrja að þjálfa hugafarið og það er það sem ég er að gera með fólki sem kemur til mín á námskeið fræðslan og þjálfun snýst fyrst og fremst það að við erum að endurnýja hugafarið og fá heilbrigt hugafarið þar sem við vöknum bara og byrjum strax að hugsa vá hvað það verið dásanlega dagar ég ætla að vera ég er svo orkumikil, ég er svo kraftmikil og ég man eftir þetta áður fyrr það var alltaf fyrsta hugsunin sem ég hugsaði þegar ég vaknaði ég er svo þreytt það var alltaf fyrsta hugsunin sem poppaði og ég byrjaði að breyta og bara leið þessi hugsun byrjaði að koma ég er svo þreytt, það bara stopp við ítum á stopptakan, kallar þetta stopptakin og segi ég er svo orkumikil, ég er svo kraftmikil ég er svo orkumikil og stíðan áður fyrr þá bara varði ég að fá 8 tíma svefn annars bara var dagurinn ónýtur og það var þannig að því ég var alltaf að hugsa og svo þegar ég hætti að hugsa það og ég byrjaði að hugsa í staðinn, það skiptir ekki máli hvort ég fá 3 tíma svefn eða 8 tíma svefn, ég er alltaf jafn vel útkvíld og orkumikil yfir daginn og þá fór það að verða þannig, skiljiði mig Hvað kallar þetta aftur? Ég horfði á heilbrigt hugafar heilbrigt hugafar ég horfði á mynd sem ég horfði á sem ég fannst alveg mögnuð ég hef mikinn áhuga á einmitt þarna jákvæðum hugsun og hverju getur stjórnað með þessum og þá horfði ég á netið svona til hérna híl Kekjumynd geggjuð og tengingar milli alvarlegra sjúkdóma og dauðadóms skilur hún var líka bara svona 6 mánuðir eftir óliða það var ekkert bara þetta var ekkert svona eins og drottningaviðtal skilur það var verið að fara í allt saman sko mjög góð, hún gaf mér mjög mikið innblástur og ég horfði á hana og þá byrjaði ég átt að má því að ég væri ekki bara eitthvað sjúkdómsfórnalamb skiljiði mig Crimea River að ég þyrfti bara að vera eitthvað svona ógeðslega veik þú veist, af því ég hélt á sínu tíma að ég væri að verða öryrki af því ég gat ekki unni lengur en svona til hádegis sem ég var svo þreyttu og svo verkið þú veist, og ég var bara svona óheppin að vera bara svona ógeðslega mikil sjúklingur þið vitið, en það er ekki þannig við höfum svo miklu meira vald yfir okkar heilsu og okkar líðan og við höfum valdi við kvíða, ekki öfugt til dæmis við höfum valdi við þunglindi, ekki öfugt við höfum valdi við neikvæðar orku, við höfum valdi við forritunum í undir meðvitundin okkar og við höfum vald og val það hvort við ætlum að hata sjálf okkur eða elska sjálf okkur en við þurfum bara að vita og við þurfum kannski að læra hvernig get ég gert þetta, skiljiði mig Damn straight, power to the people Crazy Nú hefur engin afsökun lengur Ég ætla að fara að tilengja mér þetta við ætlum að fara inn í dálislu Já Ég ætla að fara í dálislu ég er spenntur og svo kemur þú seinna bara eftir að grína, ég og kona mín og allir ég er bara búin að gera Ég er lista búin að senda eitt til þið núna hann hafði samband við, ég var að fara til hann Ívar á gröðunni, hann er á leiðinni ég glemdi að fá spurningu svar með honum spurningu svar svo dónalegu stundum þetta er kannski ekki alveg nei, hann er bara með alls konar pælingar Mér hlakka til að sjá hvað það getur gert fyrir Ívar á gröðunni það eru margir sem hafa reynt og bara en eins og fyrir bara svona það geta allir fikið bata en spurningin er hvað er hann tilbúin til að gera til þess að fá hans hvað ertu tilbúin til að gera Ívar? Akkurat, það snýst það Herðu, sko, ég ætla að fara að tilengja mér sko, strax þegar ég vakna í fyrramálið þá ætla ég að vera mega peppaður ég ætla að fara að taka utan þetta og óna þetta drasl og ég ætla ekki að fara á Facebook strax í sestur og dolluna nei sko, ég ger alltaf fyrsta sem ég gerir er ég vakna á mótana eða svona, það er mjög snemma fyrsta sem ég gerir er bara að byrja að hlakka til þess að fá fyrsta kaffibollan og ég byrja að hugsa fyrsta kaffibollan ég byrja strax að fá svona tillögum bara ég get ekki beðið eftir að fá fyrsta kaffibollan og ég er að snúast með krakkana og svo bara horfi ég á kaffivélina að búa til fyrsta kaffibollan og þá finn ég bara gleðina því ég er bara búin að þjálfa mig í það að elska fyrsta kaffibollan og þá, þú veist, við þjálfum okkur í þetta skilni og síðan alltaf þegar ég er í bílnum og leiðin í vinnuna að þá segi ég upp átt allt sem ég er þakklátt fyrir ég er þakklátt fyrir að vera með hreint vatn í kranunum ég er þakklátt fyrir að ég heilbrigð börn ég er þakklátt fyrir að þak yfir höfuð ég er þakklátt fyrir að vera heilbrigð ég er þakklátt fyrir að geta hjálpað öðru fólki ég er þakklátt fyrir að vera með hendur og fætur spáði ég að þú veist horfi á Guðmund Felix skilur sem að var ekki með handleggi eða hendur hann var hérna hjá okkur fyrir mánuð síðan já, einmitt hann er reynda að koma með hendur hann er bestur þú veist ég elska hann að náunga hann er svo mikið snillningur þú veist og hann kendi mig bara þú veist að vera ógeðslega þakklátt fyrir að vera með hendur þetta er ekki sjálfsagt hlutur skilju við erum alltaf bara að taka höndunum okkur sem sjálfsagt hlut í staðis að vera bara takk
fyrir í Algjörlega. alvöru, þú veist, og þegar því meira sem við þökkum fyrir, því meira fáum við og þakklæti er rosalega sterk jákvæð orka sem er heilandi, sem gefur og það er mikill kraftur í þakklætinu og við höfum val að vera þar og þegar við tölum út það sem við erum þakklátt fyrir og hugsum það að þá byrjar að framleiðast innan með okkur jákvæð orka sem fylgir þakklætinu og okkur líður vel og við erum þakklátt og við brosum alveg eins og þegar við hugsum þetta verður svo erfið dagur, ég er svo þreytt mér er svo illa, eitthvað hræðilegt mun gerast þá byrjar að framleiðast innan með okkur neikvæð orka svo kvíði, depurð, vonleysi og okkur langar ekki að fara fram á rúminu bara heim og gráta og borða Ég elska að fara fram á rúminu. þú ert líka maður aðtapna Ég maður aðtapna, alls konar aðtapna. Heyrðu, hvað viltu gera? Þú varst að tala um einhverja gjöf viltu henda út einhverju gjöf eða viltu fara í dáleysina? Þú stjórnar þessu. Hvað meinar gjöf? Núna stjórnar þú þessu. Já. Ég ætla að leggja þetta bara í þínu hendur. Ég er algjörlega vanmáttugur gagnvart því sem er að fara að gerast núna. Við erum að fara að skipta. Svo þegar allt er búið og ég ranka hérna við mér og eftir þá er alveg séns á því að þú þurfir að taka þetta hérna frá sponsor. Ég hef aldrei fengið að taka sponsorkynninguna. Nei, ég veit það. Ég skal bara gera það. Ég held að það sé málið því síðast Korkur, þegar ég var hjá henni Söru þá mættur í viðtal. Já, þú veist, ég átti eiginlega mjög bara brengluð, ég gæti eiginlega ekki tala mikið kvöldi, ég var bara ég talaði tungum. Ég talaði bara tungum, sko. Ég þurfti að púsla þessu saman, sko. Ég er mjög spenntur að fylgjast með þessu. Já, en það sem ég hef verið svolítið stressaði fyrir, það er sko, þú veist, þetta fyrir mig snýst þetta tröst. Og það er ekkert mál fyrir mér að treysta ókunnugri manneskju sem bara geislar af jákvæðri og góðri orku. Og, þú veist, og ég get bara sleppt tökunum þar, ok? Já. Einhvers þar í Faxafenni í einhverjum þægilegum stól. En svo hér, þú veist, með fólk, Fúsa Tæknimann, Davíð, Ívar og Gröfunni, þá kannski er þetta svona eitthvað aðeins öðruvísi, en ég ætla að reyna mitt besta. Þér er algjörlega óhætt að treysta þinn eigin undirmeðvitund. Þess að ég sagði að undirmeðvitundin er ekki að fara að gera neitt sem að þú vilt ekki að hún geri. Hún er þjónn meðvitundarinnar og hún gerir bara í samræmi við það sem þú skipar henni. Ok? Og við erum bara að vinna með orku og forrit og undirmeðvitundin mun bara koma upp í auðbæri. Þannig að þú getur bara lagt þetta algjörlega hendur undir meðvitundar þinnar og hún sér þetta fyrir og svo ferður bara inn í flæði. Þetta hafi þess að tekið þátt bara úr okkar sætum bara að loka að vera með það. Er þetta fókuserað á? Nei, þetta er fókuserað. Þetta er alveg bara hnitna á hann og hans orku og hans forrit og ég er að eiga samtal við hans undirmeðvitund. Ég verð ekki að tala við Gunnar eins og þið þekkja hann hér og nú sko, af því við erum að fara að tala við undirmeðvitundina og það sem magna stundum hann heitir Cliff. Svona hann heitir Cliff. Stundir að fólk byrjar að komi alveg í djúpa dálislu og undirmeðvitund byrjar að tala, þá bara breytist stundum röddin. Það stundir bara öðruvísi rödd, það er allt öðruvísi talandi, oft svona miklu hægara, þetta er bara mjög tala með amerískum sko. Ok, en viltu að ég lesi hennin ásetning minn? Eru að fara í þetta núna? Já, það ekki bara. Okay. Nei, byrju gjöfin. Hent út þessari gjöf. Já, er þið að fara að klippa þetta á eitthvað? Ekki klipp. Já, ekkert mikið. Ég ætla að taka mig pissupásu því ég vil vera alveg hreitt þegar ég fylgist með þessu. Akkurat. En ég vil fá gjöfina fyrst. Já, ok. Eða hvað? Já. Mér langar til að gefa ykkar áhorfendum og hlustendum bara smá gjöf. Og þetta er bara tæki eða tól sem að við öll og allir geta nota til þess að hreinsa burt neikvæða orku úr sér. Og við finnum oft fyrir þessu, við erum með eitthvað hnút í öxlinni eða, þú veist, ég til dæmis þegar ég klímdi við kvíðan, þá var ég oft hérna leið mér eins og ég var að fara að kafna og þú veist, þá fann ég bara neikvæða orkuna í hálsunum eða við erum með eitthvað hnút í maganum eða þaninn maga eða finnum fyrir hnullungin í bringunni, þú veist, kvíðan hnullungi eða einhverja reiði til dæmis, finnum fyrir reiðinni, við finnum þetta innra með okkur og bara til að fólk fá eitthvað tækjatól til að hreinsa þetta út úr líkamanum, losa sig við þetta fyrir fullt og allt, að þá er þetta góð æfing til þess að gera og það er rauninni bara að setjast niður í róanæði og draga djúpt inn andan og loka augunum og bara setja ásetning, ég ætla að tengjast undir meðvitundinni minni og ég ætla að finna þessa reiði og við finnum kannski fyrir henni byrjum að finna eitthvað í bringunni, svona seyðing eða orku og svo segjum við bara, ég ætla að gefa þá skipinu undir meðvitundina mína að hreinsa burt þessa reiði. Ég ætla bara
ég ætla að losa hana út úr bringunni, ég ætla að hreinsa þessa orku út úr líkamannum mínum fyrir fullt og allt og sleppa tökunum og síðan byrjum við að finna fyrir því að reiðin, að þessi orka sem fylgir hún bara fjarar út og fer út úr líkamann og við leifum því bara að gerast og þegar það er búið þá setjum við alltaf jákvætt í staðinn og setjum við jákvæða orku eins og kærleika, ég ætla að fylla hérna bringuna af kærleika eða þakklæti eða gleði eða friði eða einhver öðru sem við viljum fá í staðinn og þá kemur jákvæð orka og við fáum bata og heilun. Og þetta er bara æfing sem við getum gert og ég mæli með fyrir alla að gera bara daglega, bara aðeins að tengja sig inn og hreinsa burt neikvæða orku og ef við vitum ekki, ef við erum bara algjörlega blank og vitum ekkert hvað er neikvæð orka, hvað er neikvæð tilfinningar en finnum samt fyrir vanlíðan að þá þurfum við ekki að gera þetta svo nákvæmt, þá getum við bara sest niður og dreigð djúpt inn andan og slakað á og gefið þessa skipun í undirmeðvitundina að við viljum hreinsa út neikvæða orku og við viljum losa okkur við neikvæða orku og setja jákvæða í staðinn og það gerist það sama og þá velur undirmeðvitundin í rauninni þá orku sem er brýnast fyrir viðkomandi að losa sig við fyrst og það er kannski ágætt að hlustendur viti það að það er ekki óeðlilegt þegar við byrjum að gera þessar æfingar eða þessa æfingu að gráta. Það er mjög eðlilegt, ekki halda það að það sé eitthvað slæmt að gerast, það er heilbrigt og það er gott, það þýðir að það eru neikvæða tilfinningar sem hafa verið fastar, jafnvel í ára eða áratugi innra með þér, að þær eru að fara úr líkamann og þá getur komið grátur eða hlátur eða snögt eða eitthvað og það er bara eðlilegt og það er heilandi en það er mikilvægt að muna að setja alltaf jákvæða orku í staðinn. Það kom bæði á mér. Ég grét og svo þegar ég rankaði við mér úr dálæðslunni þá var ég hlæjandi. Já. Og manstu hvað það sagðir, hvað það var skríti og þetta var ekki sem ég átti von á. Hann var með einhverja fyrirfram hugmynd hvernig þetta yrði sko. Kallið mig stjórn á sig. Herðu, geggja, Davíð, þarftu að skvett úr honum? Ertu að gráta? Nei, ég er bara að hugsa. Ég ákvæðar hugsanir. Ok. Herru, þá bara við tökum við pissupásu og svo förum við í þetta. Undirbúið ykkur bara, preppið ykkur. Staðinn, þegar þessu hugsun kemur upp, ég er með svo heilbrigða mjöðum, ég er með svo magnaða mjöðum. Það var, já, ég meina bara dreymir að því þetta er fæðingakalli sem að kom ekki, birtist ekki fyrir en ég var 25. Sérst að það er mjamakúlan og það byrjaði að vaksa bein á kúluna skilur sem að nuttast og ég fæ taugaverki. Halli ég gæti reversaði tilbaka með sko þú getur ekki beininu en þú getur klárlega unnið með verkina og óþægindin og það er pottið einhver neikvæð orka einhver, en ég er mjög jákvæður gagnvart þessu samt sko já en ég veit alveg hvert þú ert að fara núna bara næstu vikur sko ég er bara klálega en aldrei segja nei ég er með ónýta mjöðum ég er svo slæmur í mjöðum nei það er hræðilegt já það er hræðilegt þá ertu þú bara að taka mjöðmunaðin og lúskráin en beita hann andlega ofbeldi sko. Ofbeldismaður já don't do it ekki skammast þín samt sem var nei ég skil gott að fara með þetta samt ekki fara inn í skam ég elska þessa mjöðum já sérðu hvað fellur vel í sæti lítla mín ó síbúsi herru við erum komin að nú er sprelli búið ertu búin að hrist úr honum eða ég er búin að hrist úr honum já fyrst að þú standandi inn á klóstunni með mér eða sitjandi standandi en ég hitt honi okay. er það regla sko, nú erum við hálfbræður ég þarf alltaf að pissa sitjandi nema þér í bíó þetta er tómt vesinn ég spreyði um allt sko er það svoleiðis það er vonlust sko ég kann þetta ekki já ef að vinna eitthvað í þessu í dálislu þetta er mjög alvarlegt mál það er alltaf allt í pissi heima ég veit ekki hvaðan það kemur sko það er ekki mér að kenna þetta eru strákarnir herðu ok já við erum hérna búin að skipta sæti ég er komin hingað og ég fór sem sagt til Söru í síðustu viku þar sem ég satt dálislu sesjón hjá henni í ég bara nálægt klukkutíma og ég upplýði algjört svona tímaleysi þegar ég var í þessu ástandi og það kom svona ýmislegt upp já og það kom upp sko það voru þarna einhver atriði sem að ég ætla kannski ekki endilega að fara eitthvað inn í hér en það voru þarna það kom upp sterk sorg og það var mjög sterk sko og altså það bara komið tár úr augunum á mér og það gerist ekki mjög oft fyrir mig og þú spurði mig hvaðan það kom og það bara kom upp, bara poppaði upp atburður sem ég lendi í
2012 og eitthvað sem að ég átti ekkert endilega að vona á að myndi poppa upp í þessu samhengi því að ég hef alltaf svona átt nokkuð gott með að tala hluti en þetta var þetta mikið og langt áfall. Akkurat. Þannig að kannski situr þetta meira eftir en maður gerir sér grein fyrir það en svo settist ég aðeins niður og ég skrifaði niður svona kannski einhvern ásetning áður en við förum á stað og ég skrifaði hérna sko ég væri til í að öðlast meiri hugrekki eða svona kannski æðruleysi til þess að vera þegar ég er í aðstæðum sem ég hef ekki fulla stjórnaðum og því að mér finnst sko þegar ég er í aðstæðum sem ég hef ekki fulla stjórnaði sem er að gerast og þetta getur verið bara allt frá því að vera bara með barninu mínu eða bara eitthvað vinnutengt eða annað þá kemur yfir mig panik í staðið þess að ég sleppi og halla mér aftur. Akkurat. Ég væri til í að sjá kannski aðeins meiri gleðin í líf mitt því að mér finnst líf mitt kannski ofta tíðum vera svona svolítið alvarlegt og því tengt skarpari sýn og meiri fókus á fegurina sem að leynist í svona hversdagslegum formum. Ég er þannig innréttaður að ég er vanur að vera einhvern veginn hausinn á mér er alltaf svona frekar svona tinndóttur hvasst og mikið svona upp og niður og leið og ég kom inn í einhverju svona rútínu og hluti fara að vera svona hversdagslegir þá finn ég mínum að leiðast skilur við og þá finn ég bara að það er eitthvað innan með mér sem kallar á vesen sko. og ef ég er þar að ég leyfi því ekki að ná yfirtökum þá get ég fallið í þunglindi Ef þú leifir hverju ekki að taka ná ef ég fer ekki í að gera vesen Já. bara út frá þroska þá kemur þunglindi í staðinn Akkurat. Og svo er það bara þetta síðasta og það er svona að leggja áherslu á ásetningur fyrir öllum breytingum sem ég svona kannski óska eftir að hann sé réttur og hreinn og sé ekki bara í fyrir mig heldur að ég geti þá mögulega göfgað umhverfið mitt. Akkurat. Og það sem við vinnum alltaf með, við erum alltaf að gera það sem er heilbrigt. Já. Því að undirmeðlun þín er læknir og hefur að geyma alveg óbúslega mikinn heilunarkraft, þá veit undirmeðlun þín munin á heilbrigð og óheilbrigð. Og þegar það er eitthvað eins og þú talar þetta panik sem kemur upp í aðstæðan sem hefur ekki stjórn að þá er eitthvað óheilbrigt í þessu aspekti hjá þér sem gerir það að verkum skilur mögulega einhver panik orka sem að triggerast í hvert skipti sem þú lendir í tilteknum aðstæðum skilur mig og þá þurfum við að gera það sem við þurfum að gera til þess að þetta sé orðið heilbrigt og eftir í rauninni. Það er það sem að er svona markmið alltaf í öllu sem við gerum, það er að það verði heilbrigt. Já, ég veit. Undirmeðlun þín veit alveg hvernig það lítur út, það þýðir bara engin eitthvað orka en eitthvað forrita hafa áhrif heldur bara jákvæð orka, þú veist. Já, því ég þekki alveg fólk sem að fer ekki panik þótt að sé aðstæðan sem það ræður ekki við. Akkurat. Skilur það? Já. Og það er alveg bara, vá. Panik er aldrei heilbrigt. Nei. Skilur mig. Ég veit. Það er ekki þannig. Þú veist, ekki nema, þú veist, það er heilbrigt ef að ég myndi vera hérna með byssu, þú veist, og miða hausuna og segja bara, þú veist, ég er að fara að drepa það, skilur. Þá er eðlilegt og heilbrigt að vera í panik, skilji. En það er ekki heilbrigt að vera í panik til dæmis að þegar þú ert í aðstæðum þar sem þú upplifir þú hafir ekki stjórn, skilju. Og þetta getur verið alls konar, þetta getur verið á mjög svona fínum sviðum, sko. Þetta getur bara verið í samskipti við fólk sem að framkallar hvað ég að segja, orð frá mér eða hegðun sem er ekkert alveg í samræmi sem eru þá mögulega úr karakter. Skilur þau? Þannig að þú ert að stíga í rauninni bara með því að koma hingað og gera þessa dálslu. Það ert að stíga svolítið stórt skref í að feysa þetta panik. Er það ekki? Ég er tilbúin þess að taka það og bara deyja, sko. Bara drepa það. Þú er valdið því. Ekki verið. Ok, ég ætla að loka henni á honum. Ok, mjög gott. Mjög gott, Gunnar. Þegar þú er tilbúin þá máttu bara draga djúpt inn andan og kannski taka 1-2 djúpa andadrætti til viðbótar áður nú ferða aftur inn í þína eðlilegu, venjulegu öndun. Þú finnur að hjálpa þér að slaka á og þú ert ekki komin að því að þú hefur sett þér mjög skýr markmið og þú varst að telja þau upp hér áðan og undirmeðlun þín er algjörlega meðvituð þau og ætlar að hjálpa þér að ná þessu markmiðum hratt, vel og örugglega
og þú þarft ekki að gera neitt nema bara einbeitaðar að því að slaka á og fylgja röddinu minni inn í þessa þægilegu djúpu slökun. Og þú getur tekið ákvörðun hér og nú Gunnar að bara treysta þinn eigin undirmeðvitund, treysta henni fyrir þessu ferli og bara sleppa tökunum og leggja þetta algjörlega í hendur þinnar eigin undirmeðvitundar. Hún mun sjá þetta fyrir þig. Mjög gott. Við ætlum bara að byrja á því að fá þig inn í djúpa og þægilega slökun og þú munt finna og skynja að í gegnum slökunarferlið og síðan þegar ég fæði til þess að fara dýpra á eftir að þá finnur hvernig undirmeðvitundin þín, þessi kröftuga magnaða undirmeðvitund byrjar að stíga meira og meira fram. Og að því að þú hefur farið áður í dálislu þá verður mjög fljótur að fara í djúpa og þægilega dálislu. Það ekkert mál fyrir þig. Undirmeðvitundin þín nú þegar byrjuð að stíga fram. Og þú ætla bara að leyfa þér að fara í þægilega slökun, finna hvernig slökunum fer yfir allt andlitið, finna slökunum fara aftur fyrir hnakka, niður hálsinn, bæða framan og aftanverðu. Finna hvernig slökunum fer niður herðarnar og niður báða handleggi og hvað góð tilfinning þeirra. Þú finnur að handlegginni verða 100% slakir. Finna hvernig slökunum fer yfir bringuna og niður kviðinn. Hvað góð tilfinning þegar hver einasti vöðu í bakinu verður 100% slakur. Þú finnur slökun að fara yfir mjaðmasvæðið og niður báða fótleggina og alveg fram í tær. Mjög gott. Og nú finnur þú hvernig allir líkaminn þinn er 100% slakur og því slakar sem verður því betur líður þér. Og þú finnur að það fer að hægja á hugsunniðinum og heiliðin fer að starfa á hans rólegri hægari tíðni. Og þú finnur undirmeðvitundina að stíga fram. Og nú ætlum ég að telja frá 10 niður í 1 og þegar ég nefni töluna 1 og eftir verður undirmeðvitundin þín algjörlega tekin yfir og þú komin í djúpt og þægilegt dálislu ástand. Mjög gott. Og ég byrja að nefna töluna 10. Ég líður vel, finnur fyrir slökun, veljan og ró. 9. Þú fer dýpra og dýpra inn í þessa þægilegu slökun. 8. Það er 2-falt, jafnvel 3-falt, dýpri slökun. 7, 6, þú fer dýpra og dýpra niður. 5, finnur að yfir þér að koma himnesku friður, fullkomin ró og veljan, kærleikur, friður. Og það er undirmeðvitund þín sem stýrir í hversu djúpt þú ætlar að fara inn í þessa dálislu til þess að þú náir þeim árangur sem þú stefnir að. 4, þú fer dýpra og dýpra niður. 3, ferðin í enn dýpri og þægilegri slökun. 2 og 1. Mjög gott. Og nú ætlum ég að þakka undirmeðvitundinni þinni fyrir að vera stigin fram. Þessari mögnuðu undirmeðvitund og þú finnur hvernig hún er tekin yfir og ég ætla að þakka undirmeðvitundinni þinni fyrir að spjalla hans við mig. Og við ætlum að vinna með þessi markmið sem hún settir. Og mögulega vill undirmeðvitundin þín taka eitthvað sérstakt fyrir og þess vegna ætlum ég bara að spyrja hér og nú er eitthvað á þessum lista eða eitthvað sem hún skynjar núna undirmeðvitundin þín vill koma upp á yfirborðið eða einhver hugsun sem kemur upp í hugan eða einhver tilfinning einhvers staðar í líkamanum. Það er mikill hjartsláttur. Mikill hjartsláttur. Og hvað er að gerast í hjartanu? Svona svo jákvæð spenna. Ok. Og hvaða tilgangi þjónar þessi jákvæða spenna? Mikið flæði. Og er eitthvað sem að þú átt að vera að gera núna með þessa spennu? Er hún algjörlega jákvæð eða er eitthvað neikvætt við hana? Af hverju er undirmeðvitundin þín að koma með þetta upp á yfirborðið? Hún er að róast núna. Ok. Er hjartslátturinn að róast? Já. Hvað var að gerast? Ég finn mikil kyrrð. Já.
mjög gott. Tengist þetta eitthvað, þessi sem varst að nefna áðan aðstæður sem þú hefur ekki fulla stjórn á? Já. Þetta sem var að valda hjartslættinum, tengdist það eitthvað þessu paniki eða einhverju öðru? Já, það er þannig, sko. Var það sem var að blossu? Já. Já. En þú finnur að það aftur farið niður? Já, það er eftirgjöf. En þetta panik, þessi orka, þetta panik? Já, það er allt í lagi. Er svo orka ennþá til? Nei. Varst það eðinni núna áðan? Eða? Vel gert. Að því undir meðan þín veit að hún hefur valdið yfir allir orku, þegar ekki? En segðu mér eitt. Ef þú værir að fara núna inn í einhverja aðra aðstæður þar sem það hefur enga stjórn, hvað myndi þá gerast? Myndi það koma aftur eða ekki? Ég veit það ekki. Ég ætla að biðja að fara í smá ferðalag núna, því að ímyndunaraflið tungumál undir meðvitaðinnar. Ímyndaðu þér hvað eru típiskar aðstæður sem þú upplifir þú hafir ekki stjórn á, þar sem að þú byrjar að upplifa svona panik. Hvernig aðstæður væri það? Það getur verið þegar að mér finnst umhverfið ekki vera satt. Og mér langar að breyta því. Ég ætla að biðja að ímynda þér núna að þú sért að fara inn í slíkar aðstæður. Hvar ertu? Ég ætla að fara inn í afstöðuleysi. Ertu komin inn í þessar aðstæður? Já. Hvar ertu? Getur lýst aðstæðanum? Nei, ég sé það ekki. Þetta panik, getur það komið aftur eða er það farið fyrir fullt og allt? Mér líður núna eins og það sé farið. Fyrir fullt og allt? Já. Mjög gott. Og hvað kemur í staðinn? Hvaða orku viltu fá þegar þú ert í aðstæðan þar sem þú upplifir ekki að hafa fulla stjórn? Hvað viltu fá í staðinn fyrir panik? Afstöðuleysi. Afstöðuleysi? Já, þú ert búin að setja það í staðinn? Já. Mjög gott. Alveg rólegur. Er þetta hæfilegt kæruleysi eða hvað er þetta? Já, ég er alveg rólegur. Mjög gott, vel gert. Gott að vera laus við þetta. Ég vil langar til að nefna með þig, talaður áðan hugan, hann væri tindóttur, hvass. Ég ætla að biðja að skoða hugan. Hvað skynjaru? Er hann heilbrigður eða óheilbrigður? Hann er heilbrigður. Hvaða tindar eru þetta? Hvað er þetta hvassa? Þetta er bara eitthvað stöff. Þetta er bara gamlar aðferðir og gamlar hugmyndir. Voru þær gaglegar eða ógaglegar? Þær voru gaglegar. En þar er það hann ekki lengur. Akkurat, stundum getum við myndað eitthvað í huga okkar eða undir meðvitundinni sem á einhverjum tímapunkti hjálpar okkur og er gaglegt. En svo með tímanum þá fer það að verða ógaglegt. Hvað viltu gera við þessa tinda? Við þetta hvassa? Þetta ógaglega, þú getur eitt þessu, þú getur breytt þessu.
Þetta bara meira svona eins og heiði. Er þetta núna meira svo heiði? Eru tindarnir farnir? Mjög gott. Vel gert. Er eitthvað fleira sem þú vilt gera fyrir hugan eða hugafari? Nú er að lýsa hann upp. Já. Með ljósinu. Hvernig lítur ljósið út? Það lítur ekkert út. Það er bara allt skert. Ertu búin að því? Já. Mjög gott. Hvað viltu taka fyrir næst undir meðvitund? Ég veit það ekki. Ertu tilbúin að tala um sorgina? Já. Ef ég nefni sorgina, Já. hvað kemur upp? Finnur þú fyrir einhverju eða kemur einhver hugsun upp í hugan? Hún er blönduð. Hvernig er hún blönduð? Blönduð af einhverju sem að ég upplifði og líka sem að aðrir upplifði. Hvað er líkamann? Er sorgin staðsett? Hjartanu. Er hún bara þar eða er hún á fleiri stöðum líka? Mikið bara hann í kringum brjóstið. Skiptir það máli að hún sé blönduð eða varðandi það hvað þú ætlar að gera með þessa sorg? Nei. Þegar núna er þetta ákveðin tegunda neikvæðri orku. Segðu mér eitt, er hún á hreyfingu eða er hún kjur? Hún er á hreyfingu. Sérðu hvort hún er að koma innanfrá og utanfrá? Hún er að koma innanfrá. Hvaðan? Hún streymir úr hjartanu. Og hvað í hjartanu veldur því að það er sorg að streyma þann? Hvað er að gerast núna? Ég er alveg farin úr líkamann. Er sorgin? Ég er alveg farin úr líkamann. Hvar ertu? Mér líður bara eins og ég sé allstað, sko. Við erum að tala um sorgina. Já. Hvað viltu gera við þessa sorg? Þú hefur valkost, þú getur eitt henni fyrir fullt og allt hann, hún kom aldrei aftur tilbaka. Nei, það er segt. Setti jákvæð orku í staðinn. Hún er allt í lagi þarna, sko. Þetta er allt í lagi, hún má alveg vera þarna. Viltu burðast með þessa sorg? Kannski ekki alla. Hvað er svona fyndið? Þetta er bara svo geggjað, sko. Er eitthvað partur sem er stiginn fram núna sem er að tala við okkur? Já, þetta er allt í lagi, sko. Og núna er þetta út af einhverjum sem gerðist 2012 er ekki óþarf að vera að burðast með einhverja sorg út af einhverju atviki í öll þessi ár. Jú, hún satana sem tilfinning eða sem eitthvað satana. Þú getur fengið eitthvað fallegt í staðinn eins og kærleika, gleði, frið.
Hvað viltu gera með þessa sorg? Ef þú skynjar að þú eigir ekki að eyða henni, að þá getur verið betra að breyta henni Já. í jákvæða orku. Já. Hvað segir undirmeðvitundin um það? Já, breytin í það sem hún er ekki. Já, Hvað? jákvæða orku. Hvernig jákvæða orku? Reynslu. og Visku. visku. Mjög gott. Að því að reynsla þegar við erum búin að fjarlæga þetta neikvæða úr henni er viska, en það ekki? Já. Jákvætt, eitthvað jákvætt. Eitthvað sem gerur okkur vitrari. Ég ætla að biðja að gera það núna. Ég ætla að biðja að taka þessa sorg sem er í hjartan og bringun. Ég ætla að biðja að breyta henni í jákvæða visku. Og ef þú þarft eitthvað aðstóð, láttu mig þá vita. Ég er hér til að hjálpa. Ég ætla að biðja að gera þetta núna. Láta mig vita þegar þú ert búin með því að segja já. Já, komið. Vel gert. Fannst einhverja breytingu? Kom léttir. Já, það er mikill skjálfti. Og hvaða skjálfti er þetta? Og losun. Losun, já. Þessi sorg sem þú upplifir í hjartan, er hún farin eða er hún ennþá? Já, hún farin. Er hún farin fyrir fullt og allt eða getur hún komið aftur tilbaka? Nei, hún farin. Fyrir fullt og allt. Já. Vel gert. Og í staðinn er komin viska Já. sem að mun hjálpa þér. Og þegar þú horfið tilbaka á þetta atvik, hverju finnur þú fyrir? Það er rosa mikill dauði, sko. En það er allt í lagi samt. En þessi dauði, hvað er þetta? Er þetta einhver orka eða eitthvað sem þú skynjar? Já, Og hvar er þessi orka? hún var út um allt. Út um allt hvar? Hún er út um allan líkamann núna, sko. Er hún út um allan líkamann? Já. Er hún, Fótum og höndum. Njám. og þessi dauði, þessi orka, er hún neikvæð, jákvæð, hlutlaus? Hún er hlutlaus. Hvaða áhrif er hún að hafa? Hún er að fara, sko. Er hún að fara? Hvert er hún að fara? Út, bara út. Já, klárað og ítin allir út. Það væri betra að eyða henni. Svo hún fari ekki eitthvað annað. Getur þú gert það? Já. Það beðum að eyða henni fyrir fullt og allt, þannig að hún geti aldrei komið aftur tilbaka. Það svo beðum að setja jákvæða orku í staðinn. Hvað heilbrigt eins og kærleika eða lífsorku eða bara ljósið. Ég ætla að biðja að skilja ekki eftir neina leifar. Ég ætla að biðja að klára, láta mig vita að þú ert búin með því að segja já. Og ef þið vantar aðstoð þá er ég hérna og ég get hjálpað þér. Vel gert. Vá, mér segja, ég fann fyrir létti. Hvernig líður þér núna? Ég er alveg 1000 mólum, sko. Er þessu orka farin eða hún ennþá? Það er mikið henni farið en hún er alveg bara, ég vípar allir innan, sko.
Er hún ennþá? Er hún að streytast á móti? Já. Má ég hjálpa þér? Til taka svo orku. Og alla orku sem að tengist henni eða fylgir henni, sama hvað það henni er, og ég ætla að eyða henni. Ég ætla að setja jákvæða orku í staðinn, kærleika, frið, þakklæti, gleði, bata og heilun. Hvernig lítur þetta út núna? Þetta er alltaf að renna út, sko. En þetta er rosalega mikið. Þú hefur valdið þessar orku ekki öfugt. Við viljum ekki skilja eftir leifar þessar orku. Hvernig lítur þetta út núna? Er hún farin eða er hún ennþá? Þetta er bara svona eftirskjálftar, held ég, sko. Hvernig líður það núna? Mér líður vel, sko. En eins og ég sagði, ég er í 1000 málum. En það er allt í lagi. Og hvað þýðir það? Það er bara það ég þarf að púsla þessu öllu saman, sko. Allu þessu sem er komið. Getur þú púslað þessu saman núna? Undir með þetta þín getur það. Taktu þér smá tíma, púslaði saman aftur. Þú getur gert það, undir með þetta getur gert það fyrir þig. Þessi orka farin fyrir fullt og allt. Hún getur ekki komið aftur tilbaka. Nú komið jákvæð orka. Það er komið bati, það er komið heilun, það er komið kærleikur, friður og þakklæti. Það var bara eitthvað gamalt. Þetta er farið. Já. Þannig. Þú búin að púsla það saman? Já. Mjög gott, vel gert. Finnur þú styrkin innan með þér? Kemur mikil styrkur núna, eða ekki? Jú. Já. Virkilega vel gert. Er eitthvað fleira sem undir með þetta þín vill gera sem að tengist þessu atviki er þetta komið? Nei, þetta er komið. Vel gert. Þú talaðir gleðina. Ég ætla að biðja að sækja gleðina og skoða hana, hvernig lítur hún út? Gul. Já. Er hún heilbrigð, er hún óheilbrigð? Hún er heilbrigð. Þú talaðir á hann að þið finnist vant eitthvað upp á. Er eitthvað sem að veldur því að gleðin er ekki eins sterk, öflug og þú vilt hafa hana í þínu lífi? Og þá erum við að tala að þú getur glaðst yfir engu. Þú þarft ekki ástæð til þess að gleðjast. Þú ert bara lifandi og þú gleðst yfir því. Þú getur gleðst yfir hverju sem er. Þú þarft ekki ástæð til þess að gleðjast. Er eitthvað sem að kemur í veg fyrir að þú getur verið þannig í gleðinni? Eða eitthvað sem truflar eða reynir að skyggja á það? Nei. En hvað þarf að gerast til þess að af hverju ertu þá ekki glaður, eins glaður og þú vilt vera? Ég þarf að slaka á. Mjög gott. Geturðu gert það? Geturðu slaka á? Já. Og ertu byrjaðar að því núna? Og getur þá gleðin verið eins öflug og sterk í þínu lífi eins og þú vilt hafa hana? Geturðu glaðst yfir engu? Ertu glaður núna? Geturðu vaknað á mótnana glaður? Mjög gott. Vel gert.
settu bara gleðina svolítið fremst, leiðin að vera allsráðandi, hlúðu aðan á hverjum degi og taktu ákvörðun á hverjum einasta morgni þegar þú vaknar að vera glaður allan daginn, yfir engu og öllu. Til ég að festa þetta inn í undirmeðvitundina. Mjög gott, vel gert. Geggja glaður náungi. Fólk ættir að horfa á því bara Gunnar, hann er alltaf glaður. Alltaf glaður. Og þú ættir að taka eftir því annað fólk í kringu þig fyrir að vera glatt líka. Fólk fyrir að brosa og hlæja af því að það skynjar þessa jákvæðu heilbrigðu orku sem fylgir gleðinni. Vel gert. Er eitthvað fleira sem undirmeðvitundin vill gera fyrir því núna til að hjálpa þér að ná markmiðunum? Talaðu meiri fókus á fegurð. Það er gríðarlega mikilvægt að vera með heilbrigðan fókus. Þú getur stillt fókusinn, undirmeðvitundin hefur valdið yfir fókusinn þinn og þú getur stillt fókusinn, gert hann heilbrigðan og stillt hann á fegurðina. Þannig að þú tekur eftir í fallega og heilbrigða hvert sem þú ferð. Hvert sem þú ferð, tekur eftir í fallega og heilbrigða í fari allra annara og hvar sem þú ert. Það tekur alltaf eftir því. Getur þú stillt fókusinn þannig? Það byrjum að gera það núna. Festa stillinguna og láta mig vita þegar þú ert búin með því að segja já. Já, búin að því. Mjög gott. Og útkomin er svo að þú ert ótrúlega fallegur og glaður náungi, það ekki? Mjög gott. Vel gert. Virkilega vel gert. Þú ert eftir að finna mikið mjög náður, eftir að finna hvað er gott að vera laus við þessa sorg, vera laus við hennar dauða og vera búin að setja gleðina og fegurðina og heilbrigðið og kærleikann og ljósið fremst. Og þarna er þetta allt innra með þetta í kringum því orkunniðinni og þetta er ráðandi í þínu lífi. Og það er bara birta og það er ljós og það er fegur framundan. Getur þú séð það? Mjög gott, vel gert. Ég ætla að þakka undirmeðvitundinni kærlega fyrir þessari kröftu ótrúlega mögnu undirmeðvitund. Nú er bara komið að þeim tímapunkti þar sem ég ætla að fá það til að koma hægt og rólega tilbaka. Ger ég með því að telja frá 1 og upp í 5 og þegar ég nefni töluna 5 á eftir myndu vakna endurnærður, finna fyrir ótrúlega mikil gleði, heilbrigði, finna fyrir frelsi, miklu frelsi. Og ég byrja að nefna töluna 1, þú finnur hug og líka með léttast. 2, þú finnur að þú ert hægt og rólega að koma tilbaka. 3, þú finnur fyrir frelsi, gleði, lífsfyllingu, fegurð. 4, ferð að hreyfa fingur og tær, finnur þú alveg að vera að koma tilbaka. Og 5, þegar þú ert tilbúin, opnar augun hægt og rólega, ert komin tilbaka til fullra vitundar og líður stórkostlega vel. Oh my god, sko. Vel gert. Þjóðs átök maður. Þetta gekk mjög vel hér. Oh my god. Má ég tala? Þú tekur þetta. Er þetta erfiðar en að þetta? Þetta er erfiðar en þetta, sko. Þetta var magnað. Oh my god. Oh my lord. Byrju, fórstu út í líkamanum með það? Já, alveg Bara alveg out of body experience. Alveg out, sko. Vá. Meðal fólks, mætti ég spyrja einu í sambandi við þetta. Já. Þetta var alveg magnað. Þetta var bara, ég var svona að reyna að melta allt sem var í gangi og reyna að finna fyrir sko tengingunni sem þú skilur, sem undirmeðvitundin þín og hann segja. En þegar hann er í dáleiðslu, þá er hann þá meðvitaður hann veit að við erum hér á undan. Í sessjóninni er undirmeðvitundin meðvituð mig hérna við hliðin á Fúsa tæknimann. Undirmeðvitundin veit allt. Já. Og heldur hún þá aftur á sér eða öfugt, skilur hvernig hún bregst við spurningum og... Fyrst. Já, þú getur kannski svaraði betur. Það var fyrst, það var þess sem ég fann fyrir miklum hjartslætti. Paník kom. Einmitt. Já, og samt, mér fannst það samt allt í lagi, en þetta voru ósjálfur viðbröð, ég reyði ekki við hjarta.
Nei, af því að þú ert kannski ekki alveg í örg Nei, en svo fór ég mjög fljótt bara fór það að róast og þá er ég 100% öruggur. Og þá varstu búin að sigra þetta að því Já. undirmeðvitundin lét þetta vera það fyrsta sem kom upp að þú varst búin að setja þetta á listan og tala um þetta panik sem kæmi upp í aðstæðan sem þú hefur ekki stjórn á og þá var það fyrsta sem undirmeðvitundin vildi afgreiða og Já. þess vegna byrjaði að finna fyrir orkunni og það var þetta panik sem kom upp Já, það er mitt, já. Alveg magnað, sko. en hann sigraði það Þvílíkt og eyddi hugrekki. panikinu þá að þegar og að því að hann var búin að koma einu sinni áður Já. að þá er undirmeðvitundin svo miklu fljótari og hún er svo miklu sterkari, hún veit nákvæmlega hvað hún á að gera skilji Heldur betur. Fannst þér nú hefur verið einu sinni verður þetta meira powerful með hverju? Ég hef upplifað þetta áður sko. Ég hef farið inn í svona reynslu sko, bara í hugleyslu og ég hef upplifað þetta líka í gegnum snertingu og allt svona nudd. Það sem ég hef lamast af krampa sko, það sem að ég losa mig við áföll sko. Og veist, þetta er það sama sem er í gangi en þetta var mjög öflugt sko. orkan, neikvæða orkan sem að fylgir áföllum þarf að fara út úr líkamann svo við séum ekki að burðast með Það er bara, veist, ég veit ekki hvort það hefði sést á utan sko, en ég skalf allur sko, Það sást aðeins. Já, og krampaði sko. Ég út af mér. Þetta var magnað, sko. Já. Þetta, ég er bara, ég er ekki í áfalli. Ég er í sælu vímu. Nei, þetta var rosa merkilegt, sko. En það fer á stað núna hérna úrvinnsla heitir það sem er alltaf 1-2 dagar eftir svona dálistu tíma þá bara þarf maður úrvinnslu og þá þurfum við bara að jafna okkur Já. og það tekur svona 1-2 dagar að komast aftur í jafnvægi þá finnum maður svona léttinn og aðeins breytinguna En fyrir fólk sem að hefur skilur kannski sér þetta þetta er eitthvað sem að ég vil prófa sko, er hægt að fara þarft að taka þetta eftir vinnudag þarft að vera í frí í vinnunni geturðu Nei geturðu farið í sko, þú verður mjög þreyttur og það er betra að gera þú veist, geta allavega ekki vera þú veist, bara ferði inn í þinn dag en þú þarft að hafa þig huga og þú þarft að fá tækifæri til að hvíla þig, þú þarft að drekka nóg vatn úrvinnslan líka getur að taka þarft að leyfa úrvinnslunum að taka tíma það er búið að vera að hreinsa burt einhverja orku og breyta til einhverjum stillingum, jafnvel eitthvað sem er búið að vera í mörg ár og það þarf bara orku líka minn og orkun okkar þarf tíma til að jafna sig eftir það Algjörlega. Það er þannig og það er þessi úrvinnsla sem að fer í gang núna og fór í gang líka síðast hjá honum sko en það sem ég fannst svo magnað að upplifa þarna því að þarna er undir með eins og til dæmis með sorgina þarna er hún að, einmitt eins og ég talaði um áðan kokteil að mörgun neikvæðan tilfengum þarna var hann að aðgreina sko það var blöndu sorg, annars vegar frá honum og hins vegar frá öðru fólki og það er svo mikilvægt að átta sig á því að við getum verið að taka neikvæða orku frá öðru fólki og svona í einhverjum skilningi gert það á okkar orku og burðast með hana í 10 ár í alla ævi lang flestir er að burðast með svona neikvæða orku með sér í gegnum all lífið og skilja síðan ekki af hverju þeir eru með verk fyrir hjartanu eða verk í öxlinni eða af hverju þeir eru alltaf svona reiðir Svo farðu bara að krabba minn í rassin og deyð Akkurat, og það getur gerst og það eru svo ofbúslega mörg neikvæð enginn sem getur komið út frá neikvæðri orku og neikvæðum tilfinningum ekki bara andleg heldur líka líkamleg þannig að mér mikilvægt að átta sig á því en þarna tekst þeir að taka sorgina og breyta henni í eitthvað heilbrigt sem er viska skilji og áfallið án afleiðingana sem yfirleitt neikvæð orku og neikvæð forrit það er viska og þess vegna kom styrkurinn manstu, af því að þegar við náum að vinna úr áföllunum losa okkur við neikvæð afleiðingarnar þá kemur viska og þá kemur styrkur og við erum sterkari Ég sá fyrir mér að ég sat allt í hennu með svona sverð það var alveg geggja sko. Akkurat, ég skynjaði svo mikið styrkin sem var að koma upp og það er það sem gerist en þetta sko, það var eins og maður þurfti að íta það var eins og ég þurfti að íta orkunni út og það var svona verið að fara út í gegnum lappirnar á mér Já, ég hef upplifað það gegnum fingurna, gegnum lappirna líka og það var endað einhvern veginn í hnjánum sko. En það er ennþá víbringur í mér ég er alveg bara eins og jarðskjálftasvæði mikil orka í þér Já, svakalegt Akkurat en svona gerum við þetta og þetta er það sem við getum Já, nei, alveg Já, oh my god já. En það sem ég Takk fyrir þetta Já
Verður góði. bara alveg frá dýfstu hjartarótum. Bara gaman að koma hérna og gera þetta með þér og Ég held að þetta hefur ekki verið gert áður. Ekki svona held ég. þegar okkur líður eins og þú komst inn á, eins og við séum í 1000 málum. Undir með þetta getur púsla okkur aftur saman. Já, Og hún Er það, getur já, ég fann það. Já, Það kom allt inn og bara svona. já. Hún sér þetta. Við þurfum ekki að sitja bara og vera í 1000 málum. Við fáum undir með þetta til að hjálpa okkur. En, byrju, en þú segir sko 1000 mólar og getur þú púslaðið saman og þá líða kannski 10 sekundur 15 og hún er búin. Já, Er þetta ekki lengra prósess en Nei, það? þetta er bara bopp. hraðvirkasta, Þetta er öflugasta Já. tölva sem til er í veröldinni og vinnur eins og við skipum henni. Já, það er bara, þetta kom, þú veist að finna ákvörðunina og leið og þú finnur hana og hún er einhvern veginn bara, þetta er allt svo þokukent, það bara svona small allt saman, sko. Akkurat. Og það er einmitt þessi atriði sem ég er að kenna til þeim á námskeiðunum frelsi frá kvíða. Já. Hvernig gefum við rétt að skipa henni undir með hana, hvernig hreinsum við burt neikvar, hvernig endur forritum okkur, hvernig getum við fært okkur sjálfum þetta heilbrigði og verið með heilbrigt hugafar, stýrt hugsunum okkar, stýrt líðan okkar, stýrt orkun okkar, þannig að við getum verið í kærleika og þakklæti og friði og gleði og stilt fókusinn, þannig að við erum alltaf að sjá að fallega allstar, skiljið. Þetta er bara grundvöllurinn fyrir góða heilsu og gott og heilbritt líf og við höfum þetta allt innra með okkur. Við þurfum ekki, þú Nei. veist, Algjörlega. að leita að þessu þarna úti. Við höfum þetta allt innra með okkur. Já, við erum alltaf leitandi sko. Svo er þetta allt bara, Þetta er allt innra með okkur. Allt sem við þarfnumst. þetta var yndislegt. Gunnar, Þetta var mjög gaman. þú ætti nú bara að fara að leggja þig, held ég. Það er alltaf ekki langt að fara, það er ágætt sko. Já, akkurat. Þú klárar þetta. Já, í raun og veru það, sko, samkvæmt þessari beinagrind, nú erum við búin að skipta hlutverk, það er bara loka orð, mér fannst þetta að vera rosa fín. Ertu ekki samlega, ertu með eitthvað önnur loka orð? Eitthvað sem þú vilt koma framfæri? Já, bara til allra sem eru að núti sem eru að þjást og líður illa og eru bara að drepast. Þú veist, ekki, þú veist, þjáningin og eymdin, við höfum val, við höfum alltaf val og það er hægt að gera eitthvað og það er hægt að gera ótrúlega margt og það er hægt að fá bata og það er hægt að fá frelsi og það er hægt að fá hann hratt þegar maður er að gera réttu hlutina. Ekki eyða annar mínútu þarna úti að þjást og líða illa og vera að drepast, þú veist, gerðu eitthvað, stattu upp og bregstu við, byrjaði að stunda huglauslu, hafðu samband við mig, farðu og gerðu eitthvað til þess að hjálpa sjálfur eða sjálfur, af því að það er svo margt hægt að gera og það er hægt að fá svo mikið bata. Ef ég gæti þetta, þá geta aðrir þetta líka. Amen. Amen. Þetta var yndislegt. Þetta var frábært. Sko, ég ætla að fá að lesa upp þetta var rosalegt. Hvar er þetta? Sko, ég ætla að, vá. Það er Gunnar Glaði eða mættur. Gunnar Glaði, já. Ég ætla að fá að lesa nokkur orð frá sponsor áður en fá að kveðja og lesa upp í gjöfum. Gunnar skrifaði hérna 3 A4 blaðsíður. En ég ætla að segja, við erum sem sagt Gott á þeim, maður. já, við erum okkar góðu styrktaraðilar, við erum með 2 frábæra styrktaraðilar. Nú fara að það. Þótt Þorgríms, fjölskyldufyrirtæki Ármúla 29. Fyrirtækið var stofnað árið 1942 af Þorgrími Þorgrímssyni. Á fyrstu árum fyrirtækisins mótaðist innkaupast Geðu þetta alvarlegt. Já. Hver skrifaði þetta? Þetta er eins og þegar ég las alla Passíusálmana í 10. bekk fyrir allir. Ég manna, anyway. Já. Þótt Þorgríms. Ekki byrja bara. Nei, á fyrstu árum fyrirtækisins mótaðist innkaupastefna þess mest af þeim vörum sem voru fáanlegar á stríðstímum hverju sinni. Snemma var þó stefnan mörkuð vegna mikil skorts á byggingavörum í landinu eftir stríð. Hljóðeinangrun frá Þótt Þorgríms fyrir BDSM-herbyggið sem á hugleiðsluherbyggið. Þessar plötur einfallega drepa allt hljóð, gleypa það í sig og eyða því. Í Ármúla 29 situr Daniel tilbúinn til þess að hjálpa ykkur með allt sem viðkemur hljóðvistarlausnum og korki að sjálfsögðu. Þótt Þorgríms er dótakassi þeirra sem eru hipp og cool, ekkert bubbi byggir, heldur old school drasl sem endist í áratugi. Enda er Þótt Þorgríms 80 ára gamalt fjölskyldufyrirtæki sem hefur vaxið lífrænt, svo kölluð uxa aðferð, hægt, jafnt og sígandi. Vinur kúnans með sameiginlega velferð að leiðarljósi. Vá, hver skrifar þetta? Ég veit það ekki.
betur fyrir búið að dálega þig, þú vonandi hættir þessu. Nei, Þótt Þorgríms frábær styrtarlega, korkurinn henni upp á vegginu, þetta er frá Þótt Þorgríms. Við erum svo Já, ég þakkláttir. var að básta þessu, já. Við erum, sko, við viljum bara jákað orku hérna inn Geggjað. og þetta er náttúrulega bara holdgerfingur jákara orku hér, sko. Einmitt. Ég var líka búin að hreinsa orkuna áður en ég kom inn það, sko. Er það? Það alltaf, já. Svo er það næsti og ekki síðri, Gott CBD sem er einn af okkar diggistyrtaraðili. Gott CBD er verslun bæði á netinu, gottcbd.is og í raunheimum þar sem hægt er að fá allt sem tengir CBD. Oljur, krem, te, húðvandamál, CBD hamplóm til reykinga og ég geti lengi haldið áfram. Langar aðeins að nefna að Gott CBD er gæðastimpill sem þýðir að varan kemur frá heildrænni framleiðslu, frá fræi til vöru. Mikið hér heima að vera að setja alls konar white label vörur þar sem einhverju blandað í einhverja burðaróljur og svo einhverju limmu klínt á, selt sem hágæðavara sem er svo ofta ekki raunin. Ég er bara að undirstrika fyrir fólki að ekki láta hafa einhverja fíblum með flottum umbúðum, fáðu nákvæma innihaldslýsingu og hlusti eftir framleiðsluferlinu leið og framleiðandinn ekki ræktar sinn eigin hamp, þá ættu alla viðvörunarbjöllur að fara í gang. Flott hönnun og umbúðavél kostar ekki mikið, en það er innihaldið skipti máli þegar flöskunni er á botnin kolt. Svo vil ég minna ykkur á afsláttarkóðan Þvottahúsið með litlu þotni sem gefur 15% afslátt af gósinu. Yes, bingo. Mér finnst að þú verður að lesa þetta alltaf. Já, ég ætla að mig, þetta var svo, ég vissi ekki að þú farið í trans, þetta hérna. Já, þetta er geggjað, vá, mér finnst að ég er mind blown. Geðið gjafir. Sko, talandi gjafir, við ætlum að leysa það út með gjöfum. Heyrðu, sko, eigum við ekki fleiri glasamáttur? Nei, það eru búnar. Elsku Svo vinkona. kunnar þið komin með svo mikla gleði vímu. Heyrðu, Já, þetta er á varina, já, varasalvi. takk fyrir. Megi hampurinn vera með þér. Já, takk. Hampurinn, já. Og besta handábyrgðarkrem sem Já, kærar þakkir. Það getur í sig Solar XM, Kulda XM, allt. Og ég bara, ég veit Er það? það. Já, sonur minn var bara eins og risaðila. Ég var hann vandræðar, frá lækni til læknis. Já. Það er hérna Dr. Clausen og allt þetta dótir í. Svo setti ég þetta á hann. Sko, hvora 2 dagar röð, hann hefur ekki fengið þetta síðan. Hann er bara svo Þetta er súlandi. magnað. Það pottet ykkur geggjöð Já, jákvæða í þessu. af því sko, ég veit að hérna kona mín var líka að Hlýtur að díla vera. við þetta og þetta er bara, þetta er ekki breyki þetta er bara allra minna bót. Já, Takk fyrir þessa gjafir. en gaman að fá þig. Já, Sara, Það Þetta geggjað. var gaman Það var svo gaman að fá ótrúlegt. þig. Þetta er, Sko, já, Mér finnst að það er svo mikið gleði orka hérna sem er að streyma frá þig núna. Það Ég er rosa veit að það. finna fyrir þetta. Finnið þetta ekki? Jú. Ha, Jú. þetta er æðislegt. en það er sko, það verður framhald af þessu þætti Já, og þá ætlum við að fara í sko fyrir líf dáleiðslur. já. Tristið þið í það? Já. Kannski verð þú tekin. Þið farið að rífast hérna, strákar, í alvunni. Hver verður tekin í Já. dagvistuna? Þetta hafi verið tekinn. já, ég til í Í það. fyrri Er það líf. ekki? Fyrri líf, jú, það Já. er Oh geggjað. my Hann hefur verið, ég held að hann hafi verið gæsa. En býtu, ertu Það þá, er já, geggjað, getur undir spennandi. meðvitin, getur hann ekki farið með fleipur? Varandi fyrir líf? Það er ef að fólk tekur ákvörðun nei, það er ekki hægt. Ég get ekkert verið að ég sé Anna Frank eða eitthvað, eða skilur, ég skil ekki Ég alveg. veit ekkert hverju þú varst í fyrirlífi, en þú hefur örugglega átt mörg fyrirlíf. Við ætlum að komast að því. En við getum komast að því. Ég bara bring it on, sko. Það er mjög spennandi. Já, Við erum að fara að gera þannig þátt, klálega. ok, frábært. Við erum guinea pigs, eins og ég segja, og mjög viljúir. Mér finnst þetta bara, já, Geggjað. yes, ok, frábært. Við erum bara slútið svo við getum farið yfir svo, þetta er geggjað. Já. Takk fyrir kvöld. Takk sem leiðis, svo Sömuleiðis, kærlega og alltaf já. yndislegt að koma hérna. Takk, bæ. Yes, ég þarf að fá mér olíu. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og kúl. Þótt Þorgríms er stoltur styrktaraðili Þvottahússins.